Þetta verður líklega allt klippt út, en Já. ef svo skemmtilega til að það verður ekki gert, Já, góða kvöldi. þá ættu hlustendur góðir að geta sér til það hverju mættir í stúdíu til okkar. Rétt. Áður nú koma þessum mætum mönnum, þá langaði mig eldsnögt að minna á kalda. Nú kalt úti. Heldur betur. Kaldi læti eins og púðsnjórinn. Við höfum nú rétt áður, áskóðsandinum. Hann er með þess að fallin hér líka. Já, og svo er hann komin í bæinn, léttur, fallur, frábæri helgina. Kaldi 0, það er minn uppáhalds. Núlarinn. Já, Já. besti 0-ari sem hún finnur. Já, ég er í prósentunni. Og svo er það volt fyrir þá sem að er lúksuskallar eins og við Birkir og lúksuskonur, þá er 30% afsláttur að, já, ég segi ekki að staðaldri, en hann er að finna víða og það er með Volt Plus, þá er þetta, já, það er bara fáránlega góða dílar þar, það er 490 kall fyrir alvöru valjú, eins og við segjum á slæmri íslensku, en að þætti kvöldsins. Þeir heiðursmenn Ari Eldjárn, uppistandari og Willi Netto, leikari og grínisti, eru konur í stúdíó til okkar, verið hjartanlega velkonir, piltar. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk. Obrigado. Já, obrigado, já, næs. Sko, ég verða að byrja bara á opinni spurningu, strákar. Þið þekkist. Hvernig þekkist þið? Við þekkjast nú bara... Bara gegnum serunni, sko. Já. Ég hef aldrei... Við höfum nú talað um þetta þegar við vorum að taka upp Taskmaster, ef við kynntust aldrei svona almennilega. Nei, en Villi er besti vinur minn sem ég á ennþá eftir að eignast. Við erum að kynnast í þessu hlaðvarpi. Já, og líka bara einmitt í gegnum síðustu vikur, mánuði, sko. Já. Held ég. Við ætlum að reyna að komast að því kvöld hvort að þið getur orðið góðið vinir. Já, Mér líst vel á það. Þetta er stór pröfa fyrir mér og Ari, sko. Þetta er eins og... Þetta er speed date. Þetta er eins og sum hjón fari í IKEA, sko, og ég og Ari förum í hlaðvarp saman. Sjáum hvernig það Finna álagspunktina, tala saman um þá, leysa úr þessu og horfa fram á við. Þetta er allt spennandi, sko. Já. En ég sá þið voru með styrktaraðila. Ég vildi sjálfur koma á framfæri hérna þökkum. Ég er með nokkra sponsora sem styrkja mig í þessu viðtali. Það er Efnalögin Fjöður. Nice. Nei, ég er ekki grínst. Mæta með sig eigin spons. Ég ætla að leifa þessu. Kallt múf bara. Já, ég vil koma á framfæri þakklæti hér til Skattur og Bókhald EHF. Þeir veita 25%. Já, þeir eru líka með svona raunhagkerfi fyrirtæki. Já. Jón Jónsson gerði þetta hjá okkur endar, sko, í alvörinni. Já, Hann bara vildi þakka sínu samtalsæðalega fyrir. ánægð með það er... Þetta er Jón búin að kveika þessu. Ég er að fatta að fjöðrin er ekki efnalög, það er hérna pústverkstæði. Já. Svona lélur. Já, ánum Já, byrjum. þeir eru glettir að neita að greiða fyrir sjöfylýsingu og þessu. En við munur okkar. Já. Já, þeir fá sinn reikning, en það er engin tilvíðin eins og við komum inn á áðanstrákar að þið séu hérna tveir samankomnir. Nú fer að hefjast ný íslensk þáttaröð af Taskmaster, 13. mars á Sín Plus, sem við munum, krefja til merkjar. Heldur betur. Ég horfði á minna fyrstu Taskmaster þetta í dag til undirbúin fyrir þátt. Já. Það hefur aldrei reikist átt á... Nei, ég hef séð þetta, skilur, en ég hef aldrei hort á heila þátt, sko. En ég held að íslenska stöð hefur verið miklu betra. Þetta byrjar vel. Já. Þetta er óttalega drottningaviðtalinu. Get ég fært þér eitthvað? Já. Sko, það sem við ætlum að gera, strákar, við ætlum að byrja aðeins á fréttum vikunar, sem er almennt, Ari, þú veist náttúrulega í vikunum daginn og annað, þið þekki konseptið, við gerum þetta óháðið hvaða gestir eru. Já. Og... Svo við fáum bara beinagrindin í beinni. Það eru fréttir vikunar, umræðupunktar og svo endur á rittarspurningum sem er aðsendar. Já. Ok, aðsendar spurningar. Já, og það var alveg nóg að þeim sem var skemmtilegt, sko. Þökkum hlustendur fyrir þær. Við ætlum að byrja á því, strákar, þetta verður ekki mikill fjármálaþáttur en verðbólgan stóð í stað í dag. Vilhjálmur Netto, nei, Willi Netto. Þú ert frá Portugal. Já. Er til eitthvað sem heitir verðbólga í Portugal? Það er bara til eitthvað sem heitir leiðilegur efnahagur, sko, í Portugal. Portugal er ekki búið að vera ríkt land alveg frekar lengi. Eitt af mínum uppáhalds hlutur sem ég heyrt uppistandar að segja, sko, var maður frá Indlandi. Portugal var náttúrulega með nýlendu þar, Góa, og hann segði, sko, ég er bara í alvegni fuck Portugal, og ég var eitthvað býta okkur að segja þetta. Svo hann eitthvað, eftir allt sem þau gerðu til þess að vera nýlendur ríki, bara tóku fullt af þrælum út allt, enduðu samt fátækir. Og einhvern veginn og mér fannst það svo gott svona uppistandsbit, sko, bara efnahagur í Portugal hefur bara þurftið mitt mjög mikið bara síðustu 20 ára að verða betri og ég veit ekki hvernig það verður lagað, enda bara hefur þú veist, það er nóg að gera að fylgjast bara með íslenskri pólitík, sko, ég fylgjast með portugalska pólitík með svona öðru auga en
Við ætlum að fá þeim að bli sér podcast í næstu viku að fara við portugalska efnahagskerfi. Það verður mjög gaman. Sko, Ari, verðbólga og vextir að fara að vera nýja toppikið eins og veðrið búið að vera? Verðbólga og vextir hafa alltaf verið aðalumræðinni á Íslandi. Já. Já, við erum svo ungir, sko. Já, ég fæddur 81, ég man reyndar ekki eftir umræðinni það ár, en það ár var nýja krónan kynnt til leiks, ég er gamall og krónan sem við notum í dag. Nice. Og þau tóku 2-0 af henni, því að hún var orðin svo verðlítil. Já. Og ég held að upprunalega hafi íslenska krónan verið jafn mikils virði og danska krónan fyrir 100 ára með eitthvað. Einu sinni. Síðan bara kom svo mikil verðbólga á Íslands með eina þeir endur að taka 2-0 af henni. Og í dag hvað? Danska krónan 20 íslenskar. En það eiga að vera 2-0, sko. Íslenska krónan, það þarf 2000 íslenska krónur með eina danska. Og ég held að við séum dæmd til að fylgjast með þessum vinkonum, verðbólga og vísitölutenging, sko. Já. Verðbólga og verðtrygging. Frænkurnar, þær koma alltaf saman. Já. Danir ekki búin að binda samt dönsku krónuna við evrunni? Jú, þeir gerðu það. Já. Það var náttúrulega tröllið. Það var sterkt múf hjá þeim. Það var sterkt múf, sko. Þeir eru séðir Danir, sko. Það er nú gamall brandari að Danir, þeir hafa 15 mínútur til að hækka vexti eftir að Þýskaland gerir það. Þeir eru hliðin og svo efnahagslegu skrimsli, sko. Bara, við bjóðum jafnvel. Já, talað Portugal, þeir eru í Evrópusambandinu á Íslandi að fara sömu leiðin, Vili? Þetta er náttúrulega rísa umræður. Ég elska að vera spurður út í þetta. Áður við förum við Já eða nei? Áður við förum við Taskmaster. Já, áður við Taskmaster og byrjum á þetta, sko. Svo kommentar einhver, af hverju hann með álita þessu? Af hverju hann að segja konum fyrst þetta? Það verður gaman að sjá þennan mann vinna í fiski. Ég er ekki, sko, ég er nefnilega alls ekki á móti því að fara inn í Evrópusambandi, sko. Það þurfti náttúrulega bara að skoða það einhvern veginn. Þú veist, prófa, þú veist, þessi Kíkja í pakkan, þetta sem verður kosið verður að mögulega byrja viðræður einhvern veginn. Svo náttúrulega má ekki gleyma þegar Gunnar fór með hvað var það, eitthvað svona minnismið Gunnarbræði fór bara minnismið bara, við erum hætti við bara án þess að spyrja kóngni prest skilur og bara lagði það bara einhver staðar þú veist bara og bara mættir, já bara að borða hjá einhverjum hjá ESB bara, gefur þess að vel við bara sjáast svo bara, þú veist mér er ennþá minnigt það, ég las þetta sem unglingur í Afrika, býtu, what? Hugsa ennþá þetta, þannig ég er alls ekkert á móti allavega að bara byrja allavega að skoða þetta ég er alls ekkert á móti því þótt ég hafi alls konar að segja ESB, þá náttúrulega hef ég líka alls konar að segja íslenska ríkisstjórnina og bara hvernig pólitík er hátt á Íslandi, þú veist, þannig að mér þætti að, þú veist, það gæti alveg verið bara mjög fínt fyrir Ísland og fleira í okkar landi að tengjast ESB að einhverju leyti, af því við náttúrulega elskum mjög mikið að, þú veist, fá þetta sem kemur með evrópska efnahagssvæðið einhvern veginn, en það mætti vera ennþá betra hvort það væri með Erasmus og fleiri hluti. Ég velti fyrir mér, Ari, sko, hvort við séum komið mál sem er að fara að klyfja þjóðina, bara eins og bara í Bandaríkjunum, bara demokrátum og republikunum, þú veist, við erum núna að fara að tala þetta næsta árið eða eitthvað. Skautum? Já. Sem ég kalla polarisering. Jú, nei, þetta hefur alltaf gert það og þetta er kannski búið að færast meiri áttina því að fólk vilji ganga ESB út af bara því sem hefur í gangi í Evrópu seinustu ár og líka út af því að Trump er búin að vera að segja bara we want to buy Greenland, we're going to take it from them, it's not very difficult, they're not very good at it. Og þá erum við bara, we're going to need a bigger boat. En ég meina það eru kostir og gallar, væntanlega, í öllu þessu. Þú nær kvíslinni á Trump, það er alltaf það muldrar svona smá. Já, þú finnst líka að finna eitthvað bætanum að gagnrýndum fyrir að vera, þú veist, alltaf að muldra, svo horfur að ræði með Trump út, hvað er að tala Hann fyrir alltaf einhverju útúrdúra, hann er eitthvað svona and you watch Minneapolis, they got ice there, ice with Coca-Cola. Coca-Cola is a great drink. Great drink manufactured. Sometimes they make it in Mexico. Sometimes they make it in the US. Eitthvað svona maður bara, býtu, var hann ekki að tala ice áðan? Annars prófið að segja eitt orð oft. Þegar hann líka bara er að hugsa, hvað ætli segja næst? Það er bara,
they're not very good, the people are not very good. Þú veist, það bara endur tegur það og maður bara, já, þau eru ekki mjög góð fólki er ekki góð. Störlaður úr hjá hann. Ekki alltaf í flugvélina, það er mest að geða þetta, sko. Já, hann líka. Flugvélni, Já, hann er Heyrist aldrei alltaf bara hreyfindin í gangi. Hann er rosa hrifin af því að vera annarkvært bara með þarna flugvélina og vera eitthvað, quiet piggy, what we wanna do now, we don't think that, now, what? Og síðan, og vera með þarna þyrluna í rósagarðinum hann we don't think, we gotta make, og maður er svona, hvað sagði hann? Já. En ég var svona íhuga að svara þessi spurningu bara miklu einfaldar bara, vilt þú ganga í Evrópusambandið? Nei, ég er stofnað íslenskan her og bara þessum þætti lokið. Ég veit endur koma Kalmarsambandsins, það væri best. Á Kalmarsambandið, þetta verður allt niður og við semstu 700 árin. Það var best, sko. Það var svo gott. Það var svo gott ástand það, sko. Gengu ekki í það bara út af því að við Það klárum Noregur. timbrið á Íslandi, var það ekki eitthvað svoleiðis? Nei, við vorum alltaf partur af Noregi, var það ekki? Jú, það er að segja, við sem sagt fórum aftur inn í Noreg, já það var ekki Kalmarsambandi, einhver sagði mér að ástæðan fyrir að Ísland sem sagt á endanum bara gafst upp og bara gekkin í Noreg var að bara okkur vantaði bara timbur. Og það var aldrei til timbur á Íslandi, landnámsmenni komu bara og hjugguðu allt niður, svo var það búið, þá hvergi til timbur, nema á Vestfjörðum, Rekaviður. Já. Og það er eini staðurinn þar sem Íslandingar voru duglegir að brenna fólk fyrir galdra. Einmitt. Því það var svo mikið timbur, þið voru bara, hvað er að gera við? Kveiktum í einhverju. Já, Það var einmitt. einn maður brendur fyrir galdra í Reykjavík held ég og það var bara, Það var svo leiðilegur. það var þess virði. Veistu, ég nenni ekki lengur, heyrðu, ég held að það sé galdrakall, þessi gauður, bara brenna hann. Já, það kostar svo mikið samt, við hefum svo lítið timbur. Já. Hann er samt svo ógeðslega leiðilegur. Ég held að það var eitthvað 30 manns eitthvað brendir á Vestfjörðum. Þeir voru bara, mér leiðist og við erum alltaf ekki að spýtum. Uppáldið mitt var bara útlegg, það bara Ströndaður út í hann, ég vil ekki sjá þig. Það var bara búið. Já, skógangur, út af fjörbuxar. Já, Herði, byrju, ég skil ekki hvað við erum að fá til okkar pólitíkusa og Nei. hagfræðinga. Við bara fá þá alltaf, við fáum sögulega samikið, við fáum ég er létt að og svo fíla- fáum við alveg teikina líka. Ég er strax farin að fíla rosa vel kemistrið okkar, sko. Það byrjaði Þetta er ekki að vera góð. En svo koma þetta erfiða spurningar á ykkur. Já, sem já, verður já. erfitt fyrir ykkur að svara. Þá bara vísum við hvort annan, sko. Ég held að villi verða að svara fyrir þetta. Já. Það snýst líkamsárás sem þú varst kærður fyrir. Já, ég held að villi þurfa. Villi veit allt um þetta, Villi veit allt um þetta. Já, byggjöður til þess að kljúa og síðan sundra og sundra þeim setni í þættinum. Algjör Guðar Þórðarsson. Ljóta ykkur niður, byggja ykkur upp. Já, akkurat það. En við ætlum í kjötið. Það er ekki eftir eina bíða. Já, þessum er reyðurum hérna. Nei, það er Taskmaster í búið Íslandsjóða. Mhm. Traust eignastýring síðan 1994. Já. Markaðshlutdeild Íslandsjóða er 28% á innlendum sjóðamarkaði. Vonandi Það er eru að búin segja fyrir almenna... Já, vonandi eru búin að ná hækkan eitthvað. Já, ég hugsa bara, er það tilviljun? Nei, Ég trúi ekki á gengur vel. Það gengur vel, þeir standa sig vel, eru elstir og bestir að mínu viti. Og virtastir. Já, og virtastir. En svo eru aðrir sem eru virtastir en eru síðan að breyta upp á nýjungum hérna og það er íslenski Taskmasterinn. Íslensk útgáfa af hinum geysi vinsælu bresku sjónvarpsþáttum. Taskmaster verður frumsýnd eins og við komum inn á 13. mars. Sagafilm framleiði þættina fyrir sín og verður Ari Eldjárn þrautakóngurinn og Jóhann Alfreð honum til halds og trausts. Jú, hann kom til okkur daginn. Rétt, fengum hann skemmtilega þætti með Birni Braga einnig. Það var annað tvíiki. Við erum með svo langa þætti, hann hafði ekki að klára þáttinn sjálf. Já, fór hann bara, já. Já, fór bara þetta er 1,5. Hann sagði, þú veist mér að segja þetta var 1,5. Ég var ok. Það er nóg að gera ekki líka, sko. En í fyrirkomuleginu munu 5 íslenskir skemmtikraftar keppa í óvæntum og oft furðulegum þrautum sem krefast útsjónarsemi, hugmyndaauðgi og húmors. Og þar vænti ég þess að Villi Netto munu þetta bera af sem einn af þessum 5 keppendum. En kannski betra að þið segja okkur aðeins frá þessu. Hvað eru að fara að sjá þarna? Byrjum á þér Ari. Hvernig kom þetta til, sorry? Já, þetta kom bara þannig til að mínu viti að því ég best veit þá var aðan Skarphéðinn Guðmundsson hjá Sagafilm sem að mikill aðdáandi Taskmaster sem að bara hafði alltaf viljað gera þetta og hann var náttúrulega dagskrárstjóri hjá RÚV árum saman og kom ímsu á koppinn þar og svo hættir hann þar og hann fer yfir til þarna Sagafilm og verður, já, ég veit ekki hvað það er kallað, forstjóri, CEO. Sögustjóri. Já, hann verður sögustjóri, hann verður sögumæður og hann bara spurði, væri þú til að gera þetta og Jóhann Alfreð, hann er búinn að segja já, hann verður aðstofamaðurinn, ég bara, er Jóhann Alfreð með? Ég verð með. Já. Og hann var svona, já, ertu bara svona mikið til í þetta? Já, en ég er líka þekki Taskmaster bara frá Bretlandi og þekki dálítið af fólki sem er farið í þáttinn þar, Ok. sem hefur bara lýst í fyrir mér hvernig þátturinn virkar og allir með alveg ótrúlega jákvæða upplifun
af þættinum því að þú fær að gera svo mikið þú færð að filma svo mikið sjálfur sumar þrautirnir þannig að þú kannski gerir stuttmynd eða eitthvað líka og þetta bara ótrúlega skemmtilegu stökkpallur fyrir til dæmis uppistandara, það eru mjög mikið uppistandarar í Bretlandi en síðan þetta í grunninn game show sem algjör della og fjölskyldur geta horft á og svo svona mikill bandir, það svo mikið verið að horfa á þrautirnar, fólk kastar í púki skiptist á að segja hvernig þetta en sko það alveg til ákveðnar útgáfur af sumu sem gert í þessu sem hafa verið gerðar áður á Íslandi svo stóra sviðið og eitthvað fleira þannig svona nú þarf þú að leysa verkefni en þessi þáttur gengur bara út af það er bara, nú færð þú verkefni, þú þarfst að leysa það þið þurfum öll að leysa það, svo verður að gefa einn stig en þetta í grunninn grín þáttur sem með svona keppnis ívafi fólk ég ætla að fólk sem að keppa líka ekki leitast eftir því eitthvað sérstaklega að vinna heldur meira því bara að gera eitthvað skemmtilegt úr svona þrauta og það getur líka bara mjög erfitt að vera með einhverja strategíu til að vinna því að stíin getur verið voðalega hipsum haps stundum með tímataka og þá liggur alveg fyrir þessi þetta bara svo stíin í banna að hlæja? Já, þau eru til dæmis ég veit ekki hver gefur þau Nei, bara hvernig hún dætti í hug sko það var geðþótti hjá honum það var einstakarsinnu sem ég gaf svona geðþóttist og í hverjum þáttu kom það og þá kannski, það yfirleitt eitthvað sem heitir verðlaunaþraut það í hverjum þætti og þá komið með hluta heiman og þetta kannski þú veist bara komdu með besta sjónvarpið eða eitthvað og það kom allir með eitthvað og stundum við nú bara komið ljósmynd á hlutnum því að það ekki hægt að koma með hlutin á svæðið og það reynir svolítið á mig og svona þetta fær 5 stig, þetta fær 1 stig en ég get oft vísa bara til Jóa sem með svona tölfræðina mér á hreinu sko. en þetta er tóm della líka sko. Að því ég horfði á Bernsku þættina í dag öllu til tjálta í þessari seríu, myndirðu segja það? Þú veist, þetta alveg bara á sama skala og eins og við erum í Bretlandi og annað? Ég myndi segja á íslenska mælikvarða þetta tiltölulega vel í lagt og bara vel, sko, leikmynd hún var tekin föstum tökum þá var búin til alvöru svona taskmaster leikmynd með bara CNC-skornum panelum og ég veit ekki hvað og hvað það væri alveg hægt að gera þetta miklu ódýrara þannig, en það var ákveðið að láta þetta líta út og hafa mikið af fólki í salnum til að reyna að skapa sama trukk en ég held að það sé 500 manns í salnum í Bretlandi og ég held að það sé tekið upp í Pinewood Studios sem bara gamla kvikmyndaveri sem James Bond alltaf tekin upp í en við tókum þetta nú upp á Suðurlandsbraut sem gömul bílageymsla hins vegar upptökustjóri þar og allt lið snillingur, hann Björgvin sem hefur gert heil allt fyrir sín, yndislegt að vinna með honum en það komið skemmtilega óvart því labbaðin í leikmyndina, hvað var stór og hvað var mikið af fólki búið að plana sér í salin því að það ekkert alltaf eitthvað rosalega margir í sal í íslensku sjónvarpsþætti og jafnvel hjá Gísla Martina sem náttúrulega margir stúdíóið svo stórt að þú kannski situr í sófanum þau eru svona 30 metra í burtu þau eru mjög langt í burtu en þau hlæja og klappa og eru rosalega responsív en þarna var fólk sitjandi beint fyrir frá hana og það alltaf gott fyrir svona sprelli gósa sem alltaf svolítið svona sem vilja fá hlátur og eru svolítið svona þau fylgur rætt það ekki gott hjá mér og við sitjum með þau til hliðar það eru 5 keppendur sitja og svo sitjum við Jói í svona hásætum hans sínu lægra en mitt, það hefð í Taskmaster en við listum þetta samt eiginlega bara eins og tvíeiki og þarna erum við líka búinir að við plönum það nú fyrir 25 árum að verða grín tvíeiki einn daginn hann var alltaf draumurinn okkar í menntaskólu við ætlum að vera tvíhöfði ég átti að vera Sigurjón og hann átti að vera Jón en við gerðum aldrei neitt í þessu því að við vildum ekki leggja á okkur að vera með morgun útvarpsþátt fórum okkar vagnar fyrir hádegi að stað aldrei Þið reynda í vesen voru þið 2 geggjaðir saman ég verð að segja Þakkaði fyrir, það var sko Jói sem setti það á koppinn skrifað og gerði með Gauki sem að leikstýrir Taskmaster líka og ég kom bara inn í það sem leikari sem að ég var bara, þið vissum að vilja mig sem leikara já, þetta alltaf leik, gæðin ekki eitthvað heimskur já, ok, þá var þetta ekkert mál og svo var ég bara, ég að leika rosalega heimskan þetta ekki aðeins svo mikið? Nei verður bara heimskur, ég var bara, ég typecast ég heimskur en það var ógeðslega gaman fyrir mig því að mér finnst oft erfitt að leika ég svona vanur að vera svolítið svona já, nei, ég bara að tala og það hlusta á einhvern Villi er rosalega flinkuleikari hann kann til þess að reagera og horfa á einhvern og hlusta sem að ég bara kann ekki það sést bara stundum ef ég að leika að meðan hinn að tala þá ég bara, nú hann að tala, ég ætla að býja eftir ég tali já, einmitt og svo kom allt og harkalega við en sko, Skarpiðin kemur og Jóhann Alfreð með þér í þessu fannstu strax að þetta væri eitthvað sem að væri að fara að virka?
Það er ekki búið að sína þættina en þó. Nei, reyndar, en svona, þú hefur góða tilfinningu fyrir þessu líka? Ég hef mjög góða tilfinningu, já. Sko, við Jói fundum náttúrulega, við þurftum ekki mikið að byggja upp eitthvað okkar samband, við erum náttúrulega sami grín saman og okkur leið á köflum eins og þau vorum að byrja með uppistandið, það byggum við sömu götu, og þetta var í bankarhuninu, þá var ég á svo kvöldum hlutabótum og Jói var bara atvinnulaus held ég, minnum mig, segjum það, og ég vaknaði alltaf á mótnana og fór og vakti hann og svo settist niður og drukkum kaffi og skrifum brandara og æfðum uppistand. Þetta myndi mig bara smá á það. Geggjað. Og okkur leið bara ógeðslega vel að undirbúa þetta. Já. Og svo náttúrulega þegar við loksins fórum að gera þetta með keppandunum, það kannski tók smá tíma að fatta betur hvað er ég að gera hérna, en við vorum mjög snögg að finna taktin og þau 5 eru algjörlega frábær. Þetta okkar grín er bara aðalega bara við eigum bara að stýra þættinum, skýra hvað er að gerast, svo að kveikja á þeim, setja tíkalla í alla trúðana og þau í fyrsta þætti byrjaði bara að dundra út úr sér gríni. En ert þú á svæðinu? Ert þú bara í þínu stúdíó? Já, þetta er tvíþætt, það er að segja sko, þau fóru öll í tökur í marga daga með Jóa í nóvember. Já. Þar eru þrautirnar teknar upp. Það eru sem bara teknar og kliftar og unnar og þetta er bara fullbúið fyrir síðan stúdíóhlutan, það sem er hort á þrautirnar. Keppendur fá að ræða hvað þeir gerðu og líka bara berjast fyrir sinni þraut eða skjóta á hinn og þar sittum við Jói og förum yfir allt og svo gefum við stig og svo heldur keppnin áfram. Það er það sem gerir alltaf Taskmaster svo brilljant, það er að þrautin er unnin fyrirfram þannig að það er þetta að liggja við klippinu, það er þetta, ég veit að klipparinn Gussi sem vann mikið afrek í þessum þáttum, hann var í stúdíónu að horfa á þrautina sem hann var búin að eyða sko mörg 100 klukkutími að finnpússa færa til og svo færa hann hláturinn á réttum stöðum út af ákvörðunum sem hann tekur hvað hann á að leggja hluti í tímalínni og ég veit að hann var gríðalega sáttur, bara það fekk góð viðbröð, ég er mjög sáttur. En talandi þrautinar, Gaukur talaði að einhver viðtalega þegar fengið einhverja lána frá breska eða semst fengið sem ekki voru notaðar og annað? Já, eitthvað hefur kannski ekki verið notaður, ég held að eitthvað hefur mögulega verið búið til fyrir þáttinn sem er bara slatti af þrautum sem hefur verið notaður áður annarkvort í Taskmaster Bretlandi eða þá kannski í einhverjum af norrænu þáttunum. Þær eru sko, ég held að þetta séu 1000 þrautir eða eitthvað. Þetta er svona banki sem þú færð þegar þú kaupir þáttinn og leyfið. Já, þetta er franchise. Já, og ég held að það hafi verið alveg svona samstæðum það að við værum nú ekki að fara að búa til mikið af þrautum þegar við vorum ekki búin að taka upp einustu þraut og höfum aldrei gert þáttinn. Það að gera þrautirnar sem keppendur taka brjálæðslega mikið þátt í með tökuleginu, það er að læra líka að gera þér. Það voru nokkra þrautir teknir upp sem verða aldrei sýndar því það voru bara til að æfa og Villi veitum eina sem er Lendó sem er fyrsta þrautin sem keppendunni gerðu það er þraut sem verður aldrei sýnd og má ekki segja hvað er. Akkur ekki? Hún er notuð úti ég bara gera það spennt hún er notuð úti sem fyrsta þraut hjá öllum sem eru að keppa í fyrsta skipti því að stressið er svo hátt jafnvel þó að þetta sé grín. Þetta er samt rosalega svona að það er eitthvað risa tökulið og það er eitthvað... Ég meina Sveppi Krull verður ekki stressaður? Ekki hann. Smáriki? Eru þetta langódýrasta ríki? Já, heldur betur og eins og menn segja eins og góðu frammeri sem kann að staðsetta sig. Já, Bæjarlindin, Fellsmúli, Hraunbær og Miðhrun. Ég byrjar að þylja þetta stundum bara með henni í sef, sko. Jú. Fellsmúli, Bæjarhrun, Miðhrun. Þetta er svona greift í undir með þetta, en svo skiptir þetta engum máli hvar þú ert. Smáriki sendir þetta bara til því. Það voltar þetta bara í hvelli. Já. Svo er það grillmarkaðurinn. Kynnir sérvalin deiliplata með ölneyti frá Hvammi, fór ekki meira nýmina. Það eru 3 glæsilega stekur. Það eru aðalsmerki. Tomahawkið, butcher steak og síðan entrecôtin. Og entrecôte, ég elska góða entrecôte. Ég kann ekki alveg elda hana sjálfur. Ég hef alveg brent með á því. Já. Maður hefur reynt að fýra vel upp í pönnunni, sett smjöri og sett síðan entrecôti á alveg sjóðandi heita pönna með timjani og einhverju dóti, sko. Láttu fagmennum. Já, það er svolítið það sem ég hef lært. Panta með góða entrecôti grillmarkanum, snertið ekki sjálfur. Ég bara hef ekki tæknina eða færnina. En þetta er fullkomin bakki til að deila. Þannig að fylgja 3 frábæra sósur. Það er Benny, sveppagljái og chimichurri fyrir alltaf 4, 29.800 fyrir steikar veislu fyrir 4 líka. Já. Og það er takmarka magni í boði þannig að nú er það bara 20. februar til 4. mars Gerir vel við eitthvað vinni eða ölnut frá Hvammi það lúkar ansi vel langar einmitt að grípa hennar bolta þegar við erum með eins og þú segir bara fjöldan allar þrautum komið 20 serjur erlendis eða semst í Bretlandi keppendurnir eru Edda Björgvin, Sveppi Krull, Siggi Þór, Snjólu Lúðvíks og að sjálfsögðu þú Vilji mér langar að spyrja þig einmitt bara af því að einmitt grípur keppnisskapið þig
eða snýst þetta meir að vera fyndin, hvernig nálgaðist það og varstu einmitt stressaður til að byrja með? Ég var stressaður til að byrja með, sérstaklega með þessu fyrstu þraut sem svona smá til þess að bara koma mann í leikinn einhvern veginn, en svo koma náttúrulega bara miklu meiri svona skapandi þrautir sem eru skemmtilegri að leysa einhvern veginn og maður bæði að hugsa mann langar auðvitað að vinna og mann langar að gera þetta rétt að einhverju leyti, en svo langar mann líka að gera þetta skemmtilegt, þannig að það fer eftir hvað virkar best sko, og hvað eiginlega skemmtilegast að gera upp á gott sjónvarp einhvern veginn og það var einmitt svo æðislegt að geta einmitt séð hvernig hinir voru að leysa þetta eftir á þetta, því að ég leist allar þessar þrautir og svo bara mátti ekki spyrja hvað þeir hefur gert til þess að leysa ákveðinu þraut þegar við sáum það í sjónvarpinu einhvern veginn. Og það líka svo mikil pressa sem að keppendurnir eru undir að sem sagt, vita ekkert hvað hinir gerðu og vita stundum ekki einu sem hvort að þrautin tókst hjá þeim. Nei. Og svo líka þegar hver þáttur er tekin upp þá sem sagt, og það er bara hefð, keppendurnir setjast niður, við vitum hvað þrautin verið að sýnda, við erum búin að fara yfir að hafa einhverja punta og til að geta komið boltanum eitthvað að stað. En þau vita ekkert hvaða þraut verður í hverjum þætti. Þannig að eftir því sem leið á þáttinn, þá fóruð alltaf að vera, já, það eru ekki marga þrautir eftir, ég held ég viti hvað er að fara að koma núna. Og þau þurfa bara að horfa á það einu sinni í þættinum og allt þeirra sprell í þættinum kemur út frá því og þar dáðist ég svo að þeim fyrir hvað þau gátu bara ofta eitthvað hoppað inn hjá hvort öðru og djóka. En það er kannski svolítið skrítið að útskýra þetta. Án þess að spoila. Já, það er dálítið. Já, ég er svolítið að tala almenns eðlis, mér finnst aldrei sérstaklega skemmtilegt, sko. Ég er eiginlega farin að tala Evrópusambandið. Við erum að passa okkur svo mikið. En svo náttúrulega vorum við að rífast náttúrulega stundum hver hefði leist betur. Þótt þetta sé náttúrulega loka ákvörðun hjá Ara, þá voru sem voru ósammála ákvörðuninni og einhvern veginn og stundum var bara maður að reyna eiginlega skemma fyrir öðrum með því að segja bara býtu þessi þraut var ekki beint leist nákvæmlega svo stóð í textanum sko. Og það maður fær þú veist texta sem lýsir hvernig þrautin er og svo bara ef maður myndi að segja bara drektu úr þessum bolla sem mest skapandi hátt á 60 sekúndum með eitthvað og svo ef einhver þetta dæmis þraut sem ég var bara búið til þannig að þú veist ef einhver leysir þetta en fyrir 61 sekúndur í stað fyrir 60 þá getur maður farið í bara rosalega drifrildi hvenar hann hafi byrjað að drekka úr bollanum einhvern veginn, hvort tæknilega séð hafi það verið þegar sopinn kom að vörunum eða hvort hann byrja að sjúga með röri eða eitthvað skilur. Já, og svo er okkur fróðara fólk sko, sem að hangir á Reddit og hefur séð alla taskmaster þetta og veit allt allt sem segir bara, þetta er röng aðferð, það má alveg leifunum að halda áfram, þó að standi innan 60 sekúndna, dómar er ræðið því að þeir segja, nei, allar upplýsingarnar eru skrifaðar og þrautin, all the information is on the task og þá verður hann að vera dæmdur úr leik og sumir taka þetta mjög alvarlega og stundum var ég að dæma eitthvað sem var ekkert rétt út frá einhverjum taskmaster hefðum sko. En svo líka bara oft var ég búin að ákveða ég var alveg visslinumis með eina þraut sem að ég vissi að Villi myndi fá 3 stigi en hann endaði að fá 5 stigi því að þegar þetta var sýnt þá var það bara ljóst, salurinn er búin að ákveða þetta þá segi ég bara 5 stig og kóngurinn sem ég leik mín svona leið ánum var að reyna að vera svona, stundum er ég að reyna að gera mig breiðan með misgóðum árangri en ég var líka bara að vera svona, kóngur er líka einhver sem hefur ógeðslega mikið vald en er gjörsamlega vanhæfur og tekur oft bara rangar ákvarðanir eða lætur einhvern plata sig til að gefa sér stig, þannig að það kom alveg nokkur svona fyrir að það tókst bara svona að segja nei þetta, ég vil fá þetta því þetta svona já ég er sammála, bara svona sem er bara svona smá bara read this note, þú veist það er bara svolítið þannig sko en keppnin sem slík er þannig að í hverju þetta bjóður fólk velkomið svo kemur fyrsta þraut og það er alveg bara innslag og svo eru allir keppendur sýndir leysa það er talað um það, svo er gefið stig svo kemur verðlaunaþraut, allir koma með eitthvað hluta heiman og svo er debatterað og svo eru gefið stig og svo koma hinnar, hvað er það eru þá 2 og við erum þá með 2 þrautir viðbót og svo endum við einni sem er í myndverunni sem er svona stúdíóþrautir. Þú veist, það er búið að krýna sig úr þeirra? Við getum ekkert tjáð okkur um það. Nei, ég vissi ég myndi ekki fá nafnið á hann, þú veist hver mann eða hvað? Við getum ekkert tjáð okkur um það. Ég verð að vísa því miður hér á Avalon sem að við erum samningsbundnir sko. Við viljum ekki vera liable sko. Þið getur með styrtaraðalinnar ykkur eða við kjöftum sko. Og Ari sína sko sem var með þarna já, einmitt, fjöður fjöður eftir og bústjóðlega fyrir að kalla sig efni nei, en horfa bara þættina þegar koma en það voru ógeðslega gaman að fá að gera þetta og
saumarlausninnar sem það komið. Því stundum þrautin eitthvað sem á að gera á 60 sekúndum, 100 sekúndum. Stundum bara, heyrðu, þú eru 3 klukkutíma til að lesa þetta. Til þess að það á að gera eitthvað myndband eða eitthvað svoleiðis. Þar var ég mynd sko, þar stundum, út af því maður svo mikið eitthvað svona game mode þegar maður keppi í Taskmaster einhvern veginn. En ég var einmitt þegar ég var í stúdíun og fattaði bara að maður hefði getað nota allan tíman sinn. Þá var ég stundum bara svona, ég hefði átt að láta þetta malla eins lengur í haustum með áður en ég gerði eitthvað. Já, líka bara, ég var svo snöggur ákveð að þetta verið brilljant lausn og svo eftir á bara mögulega misti ég af einhverju. Já. Eða gerðu þetta allir, fá allir það sama. Það getur verið erfitt, sko. En það er svolítið erfitt að tala um þetta þegar maður ekki með dæmum. Ég treysti því nú að langt flestir séu búin að sjá eitthvað að Taskmaster allavega. Já. Fórstu í einhverja heimaðinu? Lástu yfir þrautum? Ég var Taskmaster sjúkur fyrir, sko. Okay. Ég sóttist sérstaklega að fá að vera í Taskmaster, já. Ég bara bað umboðsmanninn minn og bara sendi bara beint á sín, bara ég verð að fá keppi í þetta. Og ég fekk að gera það sem var geðveikt, þú veist. Gerðu það í quiz líka? Nei, reyndar ekki, þið voru lengi að ná mér þar, sko. Ég var alltaf vittig. Stókstu vel þar? Mögulega kom Siggi Þór inn í myndina sem keppandi út af því að hann fór í quiz. Já, einmitt. Ég allan að man að það var klippað með honum í quiz þar sem að hann sagði orðið eitthvað pekka. Hann sagði eitthvað svona Rusli hérna. Já, og þetta var bara svo ógeðslega fyndið og þetta er náttúrulega Björgvin sem að gera báða þættina. Já. En ég held líka bara, ég veit ekki úr það að spyrja hvort hann sótt það hlýtur að vera, hann veit allt Taskmaster, hann er svo mikill sérfræðingur. Já, einmitt. Þú og hann hefði séð marga þætti, Snjólu hefði séð marga þætti. Ég held að Edda Björgvins hafi ekki séð einasta Taskmaster þá. Nei, Sveppi var líka oft bara hluti komið mjög mikið óvart fyrst þegar hann bara stegi og hann bara, býtu, En sko, reynslan sem hann hefur, sko, hvílíku pressin sem hann hefur þegar maður er bara að vinna með honum, góð nærvera, alveg sama, hann er að dæla út boltum og gríni og hann kemur alltaf með einhverja fyndna setningu, alltaf, og er oft bara svona eins og hann hafi ekki klætt sig í 3 daga bara, hann sé búin að sofa í sömu fötunum, allt útspekulara hjá honum. Það ekki? Jú, hann er að vera svona, hann er bara típa sem hann er búin að finna upp og svo var hann bara að segja okkur einhverja sögur frá tökustað og hann öllum draumaseríunum, hvernig hann eitthvað, já við pésist og stundum sko tökum bara upp skot á okkur, bara labbi burtu, svona í lokinu, við eigum 5 mínútur, taktu bara mynda okkur, það sést bakið okkur. Svo döpuðu bara eitthvað kjafta yfir að setna, bara einhver djók, það vantar djók og maður er bara, vá. Þessi gaur er snillingur. Já, og bara reyndur maður, vanur í að vinna í sjónvarpi. En þá verð ég að spyrja, valdið þú keppinduna? Nei, gerði það ekki. Nei. Ég hafði alveg með það að segja, en það var alveg, bara það er alveg stór hópur sem að segja það. Og hvernig vill maður hafa keppinduna? Eins og segir, uppistandarar, grínistar? Já, sko, í Bretlandi eru allan á framanna voru eiginlega bara uppistandarar. Já. En á Norðurlöndunum þetta oft uppistandarar og leikarar, skástrík, gamanleikarar, því það er ekki allir í uppistandi, það er bara ein tegund af gríni. Já. Og svo leið sem var farin hér var, þetta er í raun og veru all leikarar, Snjólurindar er kannski skilgrinni sem mest sem uppistandara og handritshöfund, en hún getur alveg leikið. Og ég var mikið í uppistandi, búin að vera í svona pásu frá því. Og Sveppi er í uppistandi núna. Já, heldur betur. Og svo náttúrulega bara, ég meina, Edda Björgvins labbaði inn á svið áður en kamera fór að rúlla í fyrsta þætti og kynnti sig. Já. Og maður var bara svona, akkur er ekki verið að taka þetta upp? Þetta er náttúrulega á ekkert að vera í þættunum að þau labba að kynna sig. Þau eru alltaf bara kynnt af kynninum og svo bara farið strax í þriðjuna. En hún kom bara með eitthvað, þú veist, hún byrjaði bara eitthvað talandi að vera til bara, ég er Edda fucking Björgvins og ef þið vitið ekki hver ég er og hafið aldrei eftir stæljólu þá er eitthvað að ykkur þið eru illa upp alinn og það var stelpa sem kom upp í sagafilm í starfskynningu 15 ára gömul sem fekk að horfa á brot af þætti bara þraut og hún vissi ekkert hver þetta var en hún sagði þessi er langfinnust vá hvað þessi er langfinnust er þetta eitthvað legend? Þetta er eitthvað legend og það bara, já, veistu ekki hver hún er? Nei, en amma mín veit að pottet og ég held að mamma mín veit að líka sko. En hún var bara 15 ára en hún sá það strax bara wow, who is that? Hvílíku presens Já, það er náttúrulega geggjuð orka sem hún kemur líka inn með sko. Það er svona, því ég held að við höfum öll náða að vera með svona öðruvísi orku á alls konar köflum einhvern veginn, þannig að það er svo gott sko, það ef allir eru alveg eins í bara stemningu og háttalagi þá er það náttúrulega ekki jafn gaman að fylgjast með einhvern veginn svona. Ég get spoilað því að Villi satt í miðjunni og það hefur ákveðna kosti og líka ákveðna galla ímynda í mér því að ef maður er alltaf út að enda þá ef maður er alltaf með alla í sjónlíðinni og hann þurfti stundum að gera svona en mjög oft
er bara mjög gaman að horfa á hann bregðast við því sem ég er Já, að segja því hann svona Já. tekur allt inn sko. Já. En þið maður ekki segja okkur frá neinu þrautu sem voru eða einhver ein góð eða? Tala við lögfræðingin Næstu því þannig, sko. Lesum við samningin. Nei, getur ekki bara tala um einhverja þraut sem hefur einhvern tímann verið í Taskmaster sem að þarna er ekki spilliefni fyrir okkar þátt. Fyrir okkar Taskmasters. Já, er það bara spillið að segja hvað þraut er í þátt? Já, við viljum ekki segja hvað verður í næsta þætti, sko. En munið þið dömpa því að ánum slútum þessar umræðan alltaf að... Birgir, þú ert að snúa þessum kastara bara beint í augun og Já. ánum með þetta. En það var náttúrulega eins sem var ekki sett inn hópþraut sem var köttuð út. Já. Ég meina, mættum við tala um það? Já, Rauðarhringinn. Já, við hljótum ekki að tala um það. Það hljóðum maður bara alltaf erotist. Já, rauði Það var hringurinn. alltaf mjög erotist. Rauði hringurinn. Það voru 18 plus þætti, sko. Þetta er á sín plus. Við gleymdum að koma að það. Nei, ég meina, við hlýtum að tala um það. Ég hlýtur það. Annars Þá, tökum við bara þú veist, við vorum 2 lið. Ég ætla ekki að segja hverju voru í liði. Nei, passaðu því. Passa það. Og þá þurftum við mitt að leysa þið með að fella, sem sagt, svona 10 eða hvað, 25 svona plastendur sem voru kannski í svona 5 metra fjarlægð en við máttum ekki fara úr rauða hringnum sem var teppi, svona kringlótt teppi. Alveg rétt, þetta var rauð kringlótt motta. Já, rauð kringlótt motta. Mátti ekki fara út fyrir hana. Já, og þá gátum við, þú veist, við vorum með eitthvað hlýnir á móttinu sem við gátum hendi í þetta en þetta voru svona 30 eða 40 svona Rubber duckies og þurftum að fella á alla þannig að við erum ekkert að fara að henda eitthvað prik sem að setja þarna við hliðina til þess að reyna að fella þetta þannig að En það hljómar ekkert eins og mjög skemmtilegt. Eða var það skemmtilegt? hljómar eins og sé ekkert í húfi. Bara náður ekki að fella allar endurnar. Já. En það er það sem er svo fyndið. að regla verið, þú þarft að fella allar endunar þannig að það getur ekki bara verið 7 eða 15 þannig að lausnin sem við komum með var einmitt að einn myndi sko, ef við myndum öll standa á einum enda og síðan draga teppið að okkur og síðan standa þá í hinum enda á teppinu og svo draga teppið áfram og gera þetta trekk í trekk, skilur, og þá bara gera þetta með miklum hraða og þá er náttúrulega við að hlaupa í kringu hringinu og reyna ekki að droppa, þú veist, stíga út fyrir eða eitthvað svona og svo síðan fella endunar. Þú veist, það er basically eitt af dæmunum. Þetta hljómar eins og við séum svo rugglaðir, Já. hvernig það lýsir. Sko, endurnar, það er mega ekki færi. Svo náttúrulega einn fræg Taskmaster klippa úr lausninni sem var svona golfkúla eða svona golfhringur bara það sem, hvað heitir þetta? Hóla? Teigur, hóla, já. Golfhóla. Og það var svona risastór hringur líka í kringum það og það þurfti fólk að koma kartöflu inn í hóluna en þú veist, hringurinn var alveg 5 metrar eða eitthvað bara allan hringinn þannig að það var ekkert hægt að gera það með höndunum og svo er bara alveg umtalað hvað margir voru sem voru með eitthvað svona fiskidótarinn að koma því inn og bara sá sem myndi koma þessu hraðast inn í hóluna myndi vinna og það er alveg umtalað atrið þegar einn gaur labba með kartöfluna er eitthvað svona horfir á hóluna og eitthvað, já, kastar hana og bara við fyrstu tilum bara bang, lendir inn í hólu og allir bara í stúdíu bara bara tjúllast og svo einmitt Alex Horn segir bara eitthvað, við ætlum að fá aðeins playback á þessu þá kemur svona kliður í salnum þá horfið aftur á klippuna og þá snertir táin rauða hringinn skilur og Gunn er bara no, please, og mátt ekki taka þetta frá mér þetta er að netta sem ég gert á ævi minni skilur og þá bara urðu miklar umræðir og það er eitthvað svona sem skapast og það skapaðist alveg eitt þannig hjá mér sko, þar sem ég varð alveg tjúllaður í stúdíónu. Já, ég var hrættur við það, sko. En við vorum alveg eftir það bara, ekki alltaf góðir? Jú, við erum góðir. Ég er bara góður. Bara góð sjónvarp. Ég var alveg pælt í því, þú veist, að því að þetta þarf að vera að fynda og létta allan tíma, en þú veist, svo getur keppniskapið bara búið mann ofurlið, það lítur að fínu. Það er líka bara að fynda þegar menn trillast og svona, en svo þegar menn trillast aðeins svo mikið að allt í hennu verður að súrt, ég veit ekki. Já, ég sko, einmitt, það var með punktur þar sem þetta gerðist og ég var eitthvað svona, ef þeir víjar þetta sko, ég mun trillast af því það er líka bara gott sjónvarp Já, ég veit hvort að tala um maður verður ekkert eitthvað líkamlega ég verður ekkert í alvörni reiður en það er miklu fyndnar að vera galið pirraður og ég sko talandi um Portugal þá upplifði þetta mjög mikið í portugalskum matabóðum að fjölskyldan er að rífast svona skilur en þau eru að rífast en þeir eru ekkert skilur þetta er ekki Þetta ristir ekki djúpt. Það er bara eitthvað. Og af hverju þetta? Af hverju? Og eitthvað svona, já, byrja allir að rífast og svo bara eftir korter eitthvað, heyrðu, hvað, viltu kaffi? Já. Þetta er ekkert persónulegt. Þetta er ekkert persónulegt. Þetta er fótboltaleikur. Já.
Mér finnst það sko einhvern veginn, það sem gleymistundum einmitt. Já. Að leifa hlutum ekkert að rista það djúpt en leifa sér að hafa gaman að því að rífast, skilur. Íslendingar eru líka svolítið átakafælnir. Já, Við erum svo já. fá og við verðum svo rosalega leið ef að einhver er að rífast. Já. Og við erum smá svona, don't make trouble, við viljum ekki vesen. Og til dæmis eins og bara, þú veist, Íslendingar getur verið bara að tala ógeðslega illa eins og Bjarni Ben frægt 2013 var bara fyrir sjálfstæðisflokkurinn í frjálsufalli og maður gæti bara skannað þarna Facebook sem var bara þjóðasölinn. Man bara gæti segja bara að það er algjörlega búið spil, þetta er hann Engegar, prinsinn, Silfurskeiðin, svoleiðis bara innherji, innmúraður, innvíður. Svo mætir hann í viðtal og hann er bara spurður og fólk talar alltaf um þetta sem viðtalið, það sem Bjarni Ben fór að gráta í beinni. En þetta viðtal var bara eitthvað, já, hvernig er þetta? Hefur þetta verið erfitt? Hefur þetta tekið á? Hann bara, já, ég hef ekki þetta tekið á, ég hef alveg eitthvað, þetta er alveg erfitt, sko, og fólk bara það að sjá hann viðkenna einhvern smá veikleika hann fór ekki að gráta hann var ekki að morginni mér hann bara, já, það er svolítið þá bara breytist allt bara látið hann vera hann er nú ágætur hann Bjarni það batnandi manni er best og bara eitthvað svona og svo úr var það þetta hefur verið eitthvað ægilegt stönd hjá honum það bara fríkaði Íslendinga svo út að sjá eitthvað í tengslum við bara tilfinningar Já og ég líka viðkenni það alveg bara oft þegar Villi sko hoppa upp og var með rosalega passion sko fyrsta sem ég hugsaði bara, hann er mjög sterkur sko hann er reiður í alvörunni sko. Ef þetta fer illa þá er ég ekki viss ég muni hafa hann sko. En síðan var líka sko þú veist, það að setja svo mikið keppniskap í þetta á einstaka stað er ógeðslega skemmtilegt en ef allir þátturinn verið þannig þá er þetta bara orðið eitthvað Jerry Springer Já, þetta er með spurningum jafnvægi sko. Þetta er með svona ég var einmitt sko, ég ætla að leifa mér að tjúlast yfir þessu en svo var ég stundum bara líka ef mér fannst, þú veist, þú varst að eins og þú sagðir eitthvað, bara hvað vilja, þetta var nú ekki mjög gott já, þetta er bara 2 stig eitthvað Já, þetta er bara 2 stig Já, oft kom bara, ég er bara sammála því mér finnst þetta alveg rétt sko Ætlaði að dömpa öllum þáttunum 13. eða kemur bara 1 og 1 viku eða Er það minna að droppa? Já, sorry Við vitum ekki hvernig serverinn virkar hjá sín en ég held að þetta sé 1 í 1 en þetta er ekki samt held ég á einhverjum föstum dagskrártíma Nú, ok Nei, þetta er sín plus, ég held að þetta endi á einhverjum ég er svo lélur, sölufull Ég er flott að vita þetta, ég veit þetta Ég hluta á í fyrirtækinu Nei, ég það ekki Ég held að þetta verði sýnt í línulegri einhver tíman en ég held að fyrst sé þetta bara hægt að nálgast þetta á streymisveitunni sín plus Ég held að þeir kom ekki allir í einu, kannski koma 2 í einu Ég veit ekki, ég held að það væri sterkur leikur að koma 1 í einu sko. Það er klókt sko. Það á að gera það væri sko. gott Ég segi allan alltaf, sjáumst í næstu viku Ég bara gerir ráð fyrir þetta Sjáumst í næstu viku Next episode now Velkomin aftur Einhver fyrir óstil í þátt 10 og klárar eins og kom fyrir mig með norsku þættina Exit Ég var á fyrsta þáttinu Exit var bara rosalega þetta eitthvað bratt og var komin í 3. þátt Ég er í seríu 2 Ég misti alveg á seríu 1 Ég vissi ekki hvernig einn var heil lengi bara Er þetta svona rosalega flókið? Shit, hvað það var góði þættir Geðveikir þættir Og Berit Berit geggjaði þættir líka, hafið þið séð það? Ég er bara búin fyrstu 2 Ölhundan Berit Ölhundan Berit Var þetta inni? Normenn er einhverju rosalega vegferð þessa dagina með bara kvikmyndagerð og sjónvarp og allt bara. Svo finnst mér leiðilegt Og íþróttalíf og annað, þeir eru bara á sigling Svo finnst mér leiðilegt að gefa rúfurunum kredit sko, en þeir eru heldur naskir á þætti sko. Já Og eins og þættinu þína líka Þú varst að gera það smá Já, þættinu mínir, stjörnubjöð sem við erum að sína og ég er ennþá að vinna í Við erum ennþá að klára senast þáttinn sko. En þeir eru bara, rúf var algjörlega til í þetta Brjálu vinna Mér finnst svo mikilvægt sko, því að það er svo gott að hafa rúf upp á þetta skilur að sækja evrópskt efni sem er ekkert eitthvað sem þú veist það er enginn að fara að segja mér að Ölhundan Berit hefði verið eitthvað svona sem bara engastöð hefði verið bara nú ætlum við að kaupa þessa seríu og dæla þetta út sko, það mun allir kaupa áskrift út af þessu einhvern veginn það er svo mikilvægt að hafa svona ríkisjónvarp sem er bara að sína stöf frá Evrópu, danski þættir og bara sænskar myndir og eitthvað svona út af mér finnst það mjög mikilvægt fyrir menningulands og sérstaklega Íslands að horfa ekki bara á amerískt efni út af því að þóttu sé mjög amerikaniseruð þjóð þá sé ógeðslega mikilvægt að horfa á bara góða danska myndir eitthvað svona Algjörlega, því að þetta er nú oft verið kallað cultural colonialism að tryggja sér þessa yfirbyrðustöðu að fólk veit bara
sér bara þitt efni, andaríska efni en Ísland hefur alltaf haft aldrei góðan kanal til Norðurlandana og Bretlands líka ég ólst uppi bara fullt af breskum þáttum í ríkissjónvarpinu en síðan sko einkarekni miðlar og auglýsingamarkaður RÚV allt þetta, ég tel að þetta geti hvort ekki verið til það bara finnst þetta allt saman sko það þurft að finnst þetta, og ég er alveg sammála því við erum að taka mörgum málum með þetta sko, við erum, nú er ég þeirra aðstöð, ég er með þátt á RÚV en ég vil líka að fólk kaupi sér áskrift að Sín Plus og læsi sinni þá áskrift til þess að sjá Taskmaster og það er forsenda fyrir því að Taskmaster gangi upp að fólk kaupi áskrift það er bara, það eru tekjurnar við erum ekki með neina aðra tekjurlind í þessu þáttum heldur en að fólk kaupi áskrift það er náttúrulega svo ógeðslega mikilvægt líka bara þessi íslenska sjónvarpsgerð að hafa bara sjónvarpsstöðvar aðrar en RÚV bara til þess að hafa sjónvarpsstöður sem þarf að taka sjensa á sjónvarpsefni sem er kannski ekki alveg eitthvað sem RÚV myndi kaupa og líka bara eins og Stöð 2 á sínum tíma sem að núna heitir Sín það er svo mikið dóti sem byrjar þar bara hérna eins og næturvaktinn og það er alls konar dót sett á koppinn þar miklu minni stöð miklu erfiðara umhverfi í raun og RÚV hefur alveg stundu notið góðsæðis eins og Silfrið sem að Egill var með og síðan fleiri hafa tekið við það er upprunalega þáttur að skjá einum sem er bara Egill og einn burkni bara between two ferns síðan fór hann yfir á Stöð 2 svo fór það yfir á RÚV þannig að sko RÚV hefur oft tekið við líka alls konar og þetta er oft þannig með útvarpsfólki á RÚV líka RÚV fær einhverja reynslubolta sem hafa verið á einkareknu stöðunum Siggi Gunn er nýjasta dæmið sko svo farar í faðm ríkisins og oft þarf RÚV líka smá svona að fá inn einhvern sem er bara sælimeistarar og bara getur aðeins hlust upp í því það er svo jafn þetta út sko en ég elska bara allar íslenska sjónvarpsstöðvar en þetta er alveg svona bara dálítið stórt fyrir Sín Plus að hafa tekið þetta og ég vil bara hrósa þeim fyrir að hafa bara farið og bara samið við Avalon sem á réttinn og við fengið bara þvílíkan stuðning líka frá eins og Alex Horn sem að mætti hingað hann var bara í fríi en hann bara gaf það bara út bara ef þið vil koma að hitta mig og spjalla saman og ég get gert eitthvað til að hjálpa ykkur og þá bara gerum þú, við fórum bara að hittum hann ótrúlega viðkunnalegur og góðmaður og hann er alltaf kallað Little Alex Horn í þáttunum því að stjórnandinn er stærri en hann en stjórnandinn er held í 207 hann er líka hann er risastór Alex er 187 en hann er bara hann er bara mjög stór og ég svona blessaður við tókum mynd á okkur saman sem ég sett pottið á Instagram eitthvað tíman og þetta er bara og átt þú að vera taskmasterinn bara yfir hliðin á honum þetta er venjuleg hæð á Íslandi en við kannum spurt hann allt því hann ætla bara að fann þetta allt upp og ótrúlega almennlegur ég ætla bara að hvetja hlustendur eins og aðrir að koma inn á að næla sér áskrift á Sín Plus þetta er ykkur 6.000 kall þetta kostar ekki neitt í guðanabænum haldið allavega áskriftina þegar taskmaster gangi og haldið henni áfram til að slúta þessu við vorum aðeins að tala um þetta við Jóhann Alfreð þegar hann kom til okkur á daginn með Bjössa hvað var þetta mikill tími sem fór í þetta hjá þér ykkur keppin? Mikill tími maður þú varst marga tökudaga þið öll Jói var alla tökudagana hann var örugglega 30 eitthvað tökudaga hann var alveg ógeðslega ég held að þetta hafi verið 5 tökudagar 6 í november og svo 5 núna bara í janúar þú hefur verið svona 10 tökudaga og svo fara kannski einhverjir dagar í eitthvað prepp og eitthvað svoleiðis ég var örugglega í 5 daga og svo fóru margir dagar í bara eitthvað að preppa með Jóa og Gauki og saga film og þeim ég held að Jói hafi verið 35 en þarf þú að horfa á allt efnið eða er þú að klippa þetta allt fyrir þig? Klift, ég get ekki hort að ráefnið það eru 6 kamerur og eitthvað, þú veist ein þraut væri bara 6 klukkutíma það væri bara algjörlega nei, Gussi klippari sem er snillingur klift þetta og náttúrulega við búum að því að þetta er eftir erlendri fyrirskrift það er bara svo mikill styrkleiki að fá þennan pakka það kemur svona biblía með alls konar bara svona átt að kynna þrautina, hér kemur grafík, hér kemur tónlist og líka bara áhorfendurnir þekkja formatið svo vel þannig að í mörgum tilfellum þá var það bara svona að heyra bara lagið fara í gang þegar þrautin byrjar og sjá logoið þá bara svona it's real bara, en það er ekki þáttur eftir að þetta næla sér mið að vera inn í sali eða eitthvað þannig þetta er allt búið að taka allt upp já, þetta er allt tekið upp og það er gert þannig úti líka en vonandi fáum við bara seríu 2 og allir næla sér áskrift okkur langar það rosa mikið og við vonum bara að sem flestir horfa á þetta og gefur sér séns og bara komið sér aðeins inn í þetta og það er ekkert að þekkja þættina ég ætla að spyrja, myndur þú mæla með því að fólk myndi horfa á bresku fyrst? Ekkert frekar eða vilja peppa sig upp í það en annars bara getur alveg komið kaldur að þessu já, og sko í Nóri heitir þetta Kongen befaler, minnum mig það er Atli Antonsen stjórnandi sem er grínisti sem ég hef mikla mætur á Íslendingar vita alveg hver hann er
Hann gæinn sem gerir sketsin danska tungumálið sem á YouTube. Cameloso. Já, Cameloso. Gæinn sem kann ekki dönsku, hann kann ekki að tala lengur. Þið við síðan eða ekki. Nei. Þið verða að fletta honum upp. Bara Danish language problem. Bara, hann geggjaður. Þú þekkir þennan. Ég þekki þennan, hann mæta vel. Þennan reym upp á 10. Já, Cameloso. Já, Danir skil ekki gott hann lengur. Þeir eru svo óskýrir. Hann lappar hann í búð og hann bara I walked into the store but then I realized I forgot the Danish word for hello. So I just said something. Og hann segir bara Gef skúl! Og hinn bara Wouldn't skýra! Og svo bara veit það ekkert hvað að segja. Það samt eitt magnað við að læra dönsku. Ég náttúrulega var úti í leiklistanám í Köpen og lærði dönsku þar. Ég lærði ekki dönsku á Íslandi og þegar ég flutti hingað í 2007 og þá var ég 14 ára. Wow. Þannig ég var settur í auka íslenskukennslu í staðinn þess að vera að læra dönsku. Þannig ég lærði bara dönsku þegar ég var í námi úti. Og ég held að Danir eru ekkert að reyna að ekki skilja. Þeir bara genuinely skilja ekki þegar þú ert of skýrmæltur. Ok. Ég fór bara svo oft bara eitthvað svona kann ég beða doppel cappuccino með havremelk. Það var bara, hvað? Hvað var hann að og voru bara alveg týndir bara eitthvað. Horfðu bara alveg í gegnum og bara eitthvað. Hvað er hann að segja? Yeah. Ég bara doppel cappuccino með havremelk og bara havremelk, hvað? Og svo bara því meiri sem ég lærði þá bara fór ég að venja með það bara eitthvað en doppel cappuccino með havremelk. Það var bara það var ekkert mál. Og ég held bara þeir genuinely skilja ekki ef maður skýrmælt. Það eiginlega magnað. Fólk vil meina að þessi eitthvað svona snobbismi. Það ekki rétt. Nei, þeir bara í alvörunni skilja ekki. Þetta bara fer ekki í gegn. Einhvern veginn fannst alveg magnað. Þeir skilja þetta frekar einmitt bara sem bara svona þeir pikka upp sérhljóðuna og skynja það sem eitthvað minnstur. Já. En leið og segir havremelk. Það alls konar auka hljóðin í sorri sem ég aldrei heist áður. En bara havremelk. Ég hef mikið velt þessu fyrir mér og gert grín eins og líka uppístandi. Jóngnar var líka bara með frækt bittan í gamla daga. Danmerkur umrættland. Já, já, akkurat. Sýrt bara litið það. En hann var með enn kopp kaffe. Já. Og það var ekki kefa. Og það er oft það líka, áherslan. Já, kefa. Þú segir ekki, ég man að við gerum skett sem Andris Önd, sem dogmamynd. Gaur, ég verð að segja þetta var sketsin sem ég sýndi í Danmörku sem féll mest í kramið á dönu. Þeir fannst það finnast í heimi. Þeir fíluð hann og mér varst ógeðslega gaman að þeir fíluð hann því að Danir eru eins og Íslendingar, ef þú sýnir fram á þú vitir eitthvað þá er þeir bara nice. Gerðu grín okkur er sama. Bara þú veist hverju við erum. En þeir bentu mig samt á einhverju Danir og þú segir alltaf Anes. Anes, og ég bara, Anders, það er Anes, það var bara rosa lítill munur, ég veit það, og þeir bara, that's what gave it away. Þetta er magnað, sko. En byrju, hvað vorum við að tala um? Þetta virkar í hverju landi fyrir sig, þetta format, og ég veit ekki hvað er búið að gera mikið í Noregi, þetta er líka í Svíþjóð, þar heitir þetta Best í test, þetta heitir Taskmaster í Íslandi, ég held að það sé bara búið að loka fyrir það að þetta sé skýrt nýju titli í hverju landi, þetta er bara vörumerki sem að bara eigendur ákveða, þetta heitir bara Taskmaster, en þættirnir á Norrlöndunum eru svo gamlir, ég held að það hafi bara fengið að slæta á sínum tíma en maður þarf alls ekki að þekka þess að þætti fyrirfram og ég held að maður þurfi ekki einu sinni að byrja að horfa á þátt 1 í seríunni. Það sem gerist þegar maður byrja að horfa á þættin er að maður horfa á 1 þátt maður svona, ok, ég skil nokkuð hvernig það virkar en það sem gerist sín alltaf er að það fara allir að fylgjast með keppendunum sínum. Það byrja alltaf allir að halda með einhverjum ég held með Villa, hann Villi, hann er minn maður ég er eddu maður og það er svo gaman fyrir áhorfanduna og þess vegna finnst fólki og pörum og fjölskyldum svo gaman að horfa þess að þætti því það verður oft smá bara svona stríð á milli Var eitthvað gulrót fyrir Sigurvaran? Já. Fyrir utan náttúrulega stoltið? Já, það er náttúrulega bara aðsigra stoltið, það er verðlaunagripur líka, það er alltaf verðlaunagripur en raunverulegi hagnaðurinn náttúrulega fyrir $1 million líka 13 pilsir er bara bestur á gamla verðinu Nei, en auðvitað allir sem ég þekki sem að fara í þáttinn úti segja náttúrulega bara hinn raunverulega velun að fá að fara í þáttinn því þá fær fólk að sjá þig og fólk sem að kemur ekki á uppistandsýningar til dæmis myndar einhver tengsl við þig og kemur síðan á uppistandsýningarna þínar og það er það sem er líka svo gaman að geta bara svona gert eitthvað fyndið. Já, geðvægt. Algjörlega. Mér langar að spyrja eldsnögt að þú myndist á Stjörnubíóan fyrir 15 ára stúlkuna sem var mætt þarna á sett og vissi ekki hver Edda Björgvins var.
og var frábær og snillingur Já. og horfði á þættina en hún sagði bara, ég veit ekki hver hún er sko. Eðlilega, bara Eðlilega. verandi 15 ára já. Já. En sko, þannig erum við með Sterlu Orlofi, Nýtt líf, Íslenska drauminn Dís, Hrafnin flýgur og Engla Alheimsins sem að tekin eru fyrir hvaða mynd ertu spenntastur að fjallum og hún sjái? Það er ekki hægt að gera upp á milli þetta eru allt myndir sem að ég hef á einhverjum tímapunkti haft einhverja tengingu sko, ég náttúrulega hef einhverja tengingu við þar allar þekki yfirleitt mikið af fólki sem vann við þessar myndir og þetta eru eiginlega allt myndir náttúrulega sem eru orðnar svolítið gamlar þannig að þetta er svona frá því að ég var barn og unglingur sem ég er að velta mér upp úr þessum myndum ég get ekki gert upp á milli þeirra það er bara ekki séns og svo er bara fullt af eftirlætismyndum hjá mér sem við erum ekki búin að taka fyrir og það er nú eins með Stjörnubíó að við viljum að sjálfsögðu gera annað sísón Hver var næst át, ef þú hefði fengið 1 þátt viðbútt? ekki séns að gera upp á milli sko. Það væri órói sko Já, það væri órói Það væri órói og það væri vera með rosalega specific Nei, ég minna Sódóma, klárlega Sódóma en þetta er svo persónulegt fyrir mig af hverju ég er hrifin að þessum myndum ég með svo mikla kvikmyndadellu, ég fór í kvikmyndaskóla þegar ég var 25 ára í London og ætla alltaf að vera kvikmyndagera maður svo bara einhvern veginn fór ég bara við auglýsingastofu svo bara allt í nú verið uppistandari og það var aldrei planað en eftir það ákvað ég bara að fókusera á það en ég hef samkað mér sko villin og sjálfur með alveg massífa filmudellu og filmuljósmyndavélar og linsur ég hef gengið gegnum það líka en með sko líka kvikmyndatökuvélar Það er náttúrulega rugl Já, það er rosalega rugl og óbærslega dýrt og ópraktist en ég sem sagt á eina af vélunum sem að Sódóma var tekin á Ok þannig að ég uppáskotið í Stjörnubíó er tekið á hana Það er allt tekið á filmu sko. geggjað okay, og ég á líka framköllunarvél fyrir filmu sem er frá Úkraínu og er í bílskur Þetta Þetta er nöllast Já, þetta er rosalegt nöðlastöf og að sumi vilja meina bara ekki bara í lagi sko. en Gunni Palli og Sammi þeir hérna Simon Gunn þeir voru alveg að kveikja á þessu og hugsaðu bara, gerum bara ógeðslega skemmtilega þátt það er til þáttur á Netflix sem heitir The Movies That Made Us hann er frábær, hann er rosa amerískur en það er svona mega djókum í honum og hraður klippistíl og við horfum á það og sumt að ég var of amerískt fyrir okkar smekk en við vorum bara, já, við viljum fá eitthvað sem er svolítið svona við getum bara að horta á þetta, þarfst ekki að hafa séð myndina og getum hleið og við gerum brandara með gömlu myndefni, klippum hluti eitthvað aðeins til og úr samhengi, gerum grafík og það eru teiknimyndir í Stjörnubíó sem að Rakel Andriðsdóttir gerir oft er þetta að taka sögu sem einhver er að segja, svona bransasögu koma bara nokkri panelar af smá teiknimynd yfir og þá er maður bara Það er snild sko það er svo gaman þetta er bara þetta er ár sem ég er að gera ógeðslega mikið sjónvarp eftir bara, ég hef aldrei tekið það stökk áður Nei, og við tökum við fagnan Heimaform sko, ef þú ert eitthvað að spá í því að koma þér í stand og nennir ekki ræktina ég er þar það geta verið margar ástöð fyrir því ræktin er bara aðeins svo langt í burtu frá þínum heima stað, þú ert ekki með bíl hvaðina, en vilt samt eða bara, hugsa bara, herðu það er bara eitt auka skref að fara skiptum föt, Það er engar afsakanir lyklinum í svissin keira, þetta er bara vesen Sammála eða langar bara að vera heima, horfa á Seinfeld þá getur þú gert það og leikt tæki frá Heimaform bara róðravél eða lóð og ketilbjöllur hlaupabretti þrekjól lendu það. Þeir eru með þetta allt saman sko. Einmitt, svo sá ég með þetta Hera vinkon okkar, konas Ásgeir Kolbeins hún var að tala sko, hún var að kynna sér eitthvað tæki hún var bara, ég vissi ekki hvort mér langaði að kaupa það ekki þannig hún prófaði bara að leiða Heimaform og hvað eru að halda heimsendingi kostaði? Hún kostar ekki neitt, hún kostar 0 krónur þannig að það eru engar afsakanir Krónan, engin röð bara fjör skanna á skunda lausninu auðvitað að tröll ríða landanum þessa dagana þessi dærin í snjallverslunar appinu getur þú veslað með vörur með því að skanna á hillu, setja bara beint í körfuna eða bara beint í pókan þú greiðir bara í appinu þegar þú átt að leiðin út og svo bara ding, græna hurðin Það er nefnilega tvíverknaður að vera að fara á beltakassan sko, það er jafnvel þríverknaður sko í staðin fyrir að setja bara beint í pókan sko Já, þú veist eins og mín hverfisverslun hann við Spítalastíðin en mann ég ekki hvað hún heitir réttu nafni en hérna, þú veist það eru álagstímar eðlilega, þetta er flott verslun svona eftir vinnu klukkan 6 þú veist þá getur þú eða bara lendir á túristabilgju þá er ekkit eðlilega þægilegt að gera bara ding 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 svo bara lappar út bara sælir til líður eins og þú sett að stela ertu ekki að stela? Já, sælar Ég hlýta að vera að gera eitthvað rámt fyrst þetta er svona einfalt en það er, svona er þetta bara Jájá, krónan með allt upp á 10 þar Þetta hljómar, sko, ég hef alltaf haldið að kveikjana sem þetta væri, sko, uppbyrjun frá þér Þetta hljómar svona eins og
bara þú að virka bara frá mér mínum bæðurum sé eins og þú sért að gera nákvæmlega það sem þér finnst skemmtilegt. Já, en sko Sam og Gunni segja bara þetta þarf að vera sjónvarpsþáttur og ég bara, já, haldið þið það en verður það ekki alveg hryllilega mikil vinna sem ég er rosalega hræddur við og það var það fyrir alla og ekki síst fyrir Gunna sem að bara heilengi að þróa þáttinn og klippan en auðvitað er ég heppnastur maður í heimi að fá að fikta í þessu og fá að tala við allt þetta fólk fá að bara taka viðtal við Eddu og Latta og Dunu og Dóra og Þórhildi og Þráin og Jón Hermannsson sem framleiti Nýtt líf og lést í fyrra algjör snillingur ég fór heim til hans þegar ég var unglingur og fekk lánaða leikmunni hjá honum úr myndinni Útlæðin Víkingaspjót og skildir og hann bara, já, takk þetta maður, blessaði vertu og þetta er ennþá heimi á pappa mömmu upp á Háalótti og hefur nokkru sem verið notað meðal annars í hinum episka skett Steindar Junior Víkingar það setur Ólafur Darri með exi Ég var að hugsa, hann er svo fyndinn. Ek, skeinelgu gott, gáfu það að ég er og svo þessi skets núna alltaf notaður eitthvað svona How old Icelandic sounded Já, það er alltaf verið að nota þetta bara á TikTok maður færa þetta allt í upp TikTok og rælu sem This is how old Icelandic used to sound Steinda, og það er alltaf eitthvað það er úr skets úr Steinda ég er ekki ok, já, stemning ógæðislega góðu sketsningu Steindi er alltaf eitthvað ég er eitthvað svið þú ert skýrmaður Þorkis en já, það er bara svona persónulega tengingar gömul áhugamál og þarna svo ekki líka að skanna þetta í háum gæðin sko. Það er náttúrulega svo ógeðslega mikið það er búið að laga myndirnar, þær hafi ekki það sést er náttúrulega gæðveikt sko. Það er svo, það þarf dálítið sko. Það þyrfti eiginlega sko einhverja svona ódýra íslenska streymisveitu fyrir gamalt efni sem er ekki lengur í boði neðstaðar fólk hefur dreymt þetta árum saman en þetta er bara svo flókið held ég svona réttindalega séð en það væri svo gaman að væri til eitthvað svona bara ég var náttúrulega mesta afsökurinn heima fyrir kærastunni að ég sem PS5 var bara eitthvað, já þetta er með diskadrif sko, ég verði að geta að horta á íslenskt efni skilur þetta, ég fer alltaf bara upp í borgarbókasafn og lega DFD og ég alltaf eitthvað, já þetta finnst hvergi nema hér, skilur þannig ég bara eitthvað, þú veist ég var að lega allir litir hafsins eru kaldir eða eitthvað bláir eða eitthvað og var að horfa á það einmitt á Playstationu og ég er svona þurfum að vera með Playstation heima þetta er ástæðan hverju við þurfum að vera með Playstation heima skilur bara besta við verðum að taka viðtal um þig við gerum bara sem bara maður sem bara já, ég hef séð allar þessar myndir það var einn góður sem hafði sambandið mig líka sem kom síðan að sjá upptökur á Taskmaster ég setti á svona Waffhaus grúpu við erum að gera smá insert með Nýtt líf okkur vantar spólu meðan af myndin, nei af Steljualöfi fyrir ekki okkur vantar spólu meðan því að við áttum pulsupakka tilbúð spólu en það var engin miði á henni okkur vantar að væri miði og það bara meistari sem heitir Eysteinn Guðni og er með bara Waffhaus rás bara gert heilu þættinum Waffhaus safnið sitt þannig á allar íslenska myndir í öllum útgáfum Waffhaus bara algjör spekulant, hann bara segir heyrðu, ekkert mál, hér eru myndir af þessar útgáfu og ég bara takk get ég gert eitthvað fyrir í staðinn ég fæ ekki tóa mig á Taskmaster ég bara, verður velkominn og hann kom og bara, nice og svo bara horfir hann á þáttinn og þar sést Stellusbólan fara hún í og hann er bara, þetta er miðinn minn hann bara setja hann inn með tölvu sko þetta er svo gaman líka grúskið og heimildavinnan og viðtölu ég held svona eina af fyrstu myndur sem lit mér verða ástfangin á svona íslenska kvikmyndagerð það hafi verið bæði Djöfleyan og Englar alheimsins hún þarf að vera tekin Englar alheimsins við erum með hann reyndar ég er mjög spennt fyrir því sko þegar ég bara með alltaf hreina á hún þeirni líka já, það vilja allir náttúrulega sjá þáttum hana málega sko, ég ólst ekki upp á Íslandi og það eru stundum með svona klassískar myndir sem er alltaf hrein og nýtt líf sem ég var svona meðvitaður þegar ég kom hingað á sumrin og eitthvað svona en það var aldrei svona þetta var svo lítið í mínu svona nærumhverfi þetta þarf að vera dálítið svona í kringuð líka í svona reffum og hvernig fólk tala svona hluti ég líka var oft blessaður já, þetta ég var bara fatta það daginn blessaður ég er svolítið farin að heyra blessaður aftur eftir þessu þáttinn sko, en þetta bróði minn heitinn, hann bara nota þetta stanslust það var það blessaður þetta er bara staðlað ákveðin kynsla sem nota þetta bara en þetta er líka sko, ég hef oft hugsað það ég ólst svo mikið upp við að horfa á Waffhaus og sem að tók upp sjálfur og ég tók allt Simpsons upp sem því ég horfði á aftur sem því ég kann seríur 1-9 mjög mikið utan bókar eða svona ég get skálda heilu kaplana allavega upp með smá eftirhermum og svona ég sá aldrei Seinfeld á sínum tíma ég var ekki með stöð 2 á þessum tíma eða eitthvað ég bara misti aðeins af Seinfeld síðan kynnist ég hann bara sem uppistandur ég fór að sjá hann í háskólabíói
Ég hafði eiginlega aldrei séð samt heilan Seinfeld þátt á þenn tímapunkti, en ég dýrkaði upp í standa hans. En svo ég núna svona markvist að vinna í því að horfa á gömlu Seinfeld-þættina. Það er gúkslega gott svo. Já, og það er það. En ég sá þetta ekki á þessum mótunarárum, þannig ég þarf að vera svolítið svona... Nærið þið ekki? Jú, ég næði þessu, en ég bara, þetta klassík, ég sé það. Já. En ég bara... Ég man ekki eftir því. Nei. Ég mista Friends lestinni, sko, ég hafa nýflutringa og fólk var alltaf að reffa Friends um mig og ég er alltaf bara ok, hvað er ekkert góð að tala um ég var alltaf bara út á þekið þegar fólk var eitthvað svona Joey doesn't share, fólk sagði þetta við mig eitthvað maður Joey alls ekki uppalveg nýkominn frá Portugal að horfa einhverja unglinga sápópur skilur Já How you doing? Bara ágætur. But what about you? Reyndar einspurning sem með á þess að konga, sko, að þið eru að tala um Vaffa og S-ból og tökum myndaðal og svona dæmi. Ég var að hugsa daginn. Við svo fyrir að kalla okkur konga fyrir ekki. Sælir King. Sælir King, já. Nei, ég ætla að segja að þú veist, finnst ykkur ekki fyndið að þið voru að kaupa, þið eru umtlað svo gamlir, eða sérstaklega Ari. Þú varst að kaupa geisladiska og DFD og spólur, afsækja og svona. Svo núna er allt, fólk brjálaði að Netflix áskriðin hækkar 100 kall, þar svo ert með allar myndir og Spotify áskriðin sem er alla tónlist í heiminum. Já. En svo voru þið í gamla daga að kaupa einn disk á 3.000 skall. Það sem pirrar mig mest í þessu er að ég er að borga einhverjum, þú veist, amerísku milljarðamæringum fyrir réttin á að leiga myndir, skilur út af því ég get ekki lengur farið út í vídeolegu og það er ekki auðveld leið til að leiga myndir út af því ég væri jafnvel bara kannski til í að leiga frekar bara leiga, ít á takk og leiga fyrir 500 kall frekar að borga Netflix 3.300 mánaðarlega til þess að stundum kíkja inn og er eitthvað the real story of Tic Tacs eitthvað, ég ætla að tjekka þessu einhvern veginn og ég held að þetta sé það sem böggar mig mest sko, þegar við erum komin í þetta er hvað er kallað, þetta er kallað teknokratar eða þar sem við erum bara að leiga allt við erum að leiga tónlist mánaðarlega við erum að leiga kvikmyndaefni mánaðarlega ég er að leiga aðgang að Photoshop mánaðarlega, ég er að leiga aðgang að Adobe Premiere Pro mánaðarlega þú veist, ég þarf að leiga aðgang að þetta ég get ekki lengur bara mætt með beinharðan peningur ég ætla að kaupa þetta og eiga þetta og það var líka eina ástæðan að ég fekk PlayStation með diskatri í Vebort því að allar mínu uppáhaldsmyndir og serjur ég er búin að vera hægt og róla að kaupa þetta í 4K bara til þess að eiga þetta, þannig ef Netflix tekur þetta út Skiljið hvert þér að fara? Ég skil hvert þú ert að fara sko, á vissan Sorry, ég dætti þess að romsum eins og heiti í hamsi þetta Mér langar svo að svara ykkur báðum En ég er sammálaður líka Ég er sammálaður ykkur báðum með þetta Ég er bara skil vel hvort að fara Fólk náttúrulega kvartar alveg rosalega mikið yfir því að verði hækki og lítur á sig sjálfsagðan hluta að hafa aðgang að þessu geysistóra bókasafni En svo náttúrulega líka, og sko persónulega finnst mér frábært að Spotify til því að ég get nálgast allt. Mér finnst þess ekki frábært hvað listamennir fá lítið borgað, og mér finnst ekki frábært að gaurin sem á Spotify sé ríkar Paul McCartney. Mér finnst það bara ekki sanngjarnt. Og sé að fjárfesta í AI stríðsvopn. Ekki bara hann er ekki bara að fjárfesta í AI stríðsvopnum, hann er líka að búa til, hann er með fake artista. Já. Það er sko allt morandi í uppskálduðum tónlistamönnum með AI tónlist og þeir fá mörg 100 miljón spilanir því þeir eru settir einhver official Spotify playlista. Hef ég heyrt, þetta er aðeins álábyrða. Þetta er satt. Já. Nei, þetta er tjekka þessu sko. Þetta eru svona shadow artists og hver á réttin á þessari tónlist? Spotify! Þannig að Spotify segir, heyrðu, þessum hérna gengur vel. Og sumir af þessu listamönnum eru fake íslenski tónlistar. Þetta er svona fake Björk, þetta er svona Hljómar. Fake. Já, þetta er svona fake 60s íslensk hljómsveit og þetta er allt búið til með AI. Og það er svo sem allt í lagi. Ef það væri þá bara einhver king út í bæ sem gerði það og fær tekjurnar. En ef það er bara Spotify sjálf sem segir já, því miður, við gátum ekki borgaði meira. Við þurftum að borga svo mörgum öðrum. Eins og hverjum? Nú eins og 6 miljón fake tónlistamönnum sem við eigum. Við viljum meina þessu vinsæll en þú. Er þetta ekki álættur að reyða? Að þetta sé sem vegum Spotify að ekarinn sé bara sjálfur að það er hins vegar samt fokki pirrandi að bara íslenski listamenn séu bara með svo úksla mörg streymi og ekarinn sé bara að kaupa sér þotuferð til Bali og því hann vill prófa einn rétt á einum veitingastað skilur. Þetta er mögulega álháttur hjá mér ef ég er að segja að þetta sé hann en ég held hins vegar að það sé nokkuð svona líklegt að fyrirtæki sem þeir eiga
sé að leigja einhverja tónlistamenn og taka þeim réttin. Já, mér þætti ekki galið. Og sjáum hvernig Diddy byggði upp sitt veldi. Diddy, hann er náttúrulega ekkert rappari í grunninn, hann er A&R maður. Hann er bara alin upp inn á plötufyrirtæki við það að sæna artista. Þannig alltaf þegar Diddy, og svo færist hann út í að vera pródusent, sem setur sjálfan sig í lögin hjá hinnum, það er mjög skrítið þegar þú pælir í eftir á, og ég var oft bara, akkur er hann alltaf eitthvað, akkur er hann að trufla Biggie, ég skildi það aldrei. Og síðan verður hann bara allt í nógslega frægur sjálfur, en hann er alveg frægur fyrir það að þeir sem að skrifa undir hjá honum, þá var sagt í myndinni þarna, he will give you fame, but not fortune, því hann átti alltaf allan réttin. Og ég er ekkert rosa hrifinn af því, sko. Nú er hann allavega í fangilsi. Já, en fyrir annar reyndar. Ekki fyrir þetta. Ekki fyrir þetta. Fyrir annar. Já. Við erum konir á, Já. Við erum konir á sleikar. Leifur halda áfram með dagskrárina. Það er gaman að þessu. Ég ætla að vera að sóta hann handæðin. Já, sko, að því að þú myndist nú á kvikmyndatökuvélarnar og þessar filmundalli vilji. Já. En mér langaði líka að spyrja það því að við vorum nú að vinna smá undirbúning fyrir þáttinn og þú safnar einnig seðlum. Yes. Segðu okkur aðeins frá söfnunar áratuninni. Heyrðu, þetta, ég veit ekki hvort þetta sé, sko, ég verið að tala við nokkra menn í mínu lífi og höfum oft talað að þetta sé kannski svona mjög gauralegt dæmi að vera með svona söfnunadellu, hvort það sé fyrir bara einu hluti eða öðrum, skilur, sumir með bara fótboltaspil, sumir íþróttatreyjur, skilur, og mér finnst þetta svona gerast alltaf, þú getur alltaf fundið eitthvað kallvinn sem er eitthvað svona hvað þú að safna, skilur, sumir kaupa eldhúsáhöld en Pabbi. Já. En þetta eru mikið til kallar sem eru safnarar. Já, og ég byrjaði bara sem krakki að hafa mikið áhuga á pening og ekki endilega upp á að vera ríkur, sko, mér fannst bara peningur í sjálfu sér svo áhugaverður og kannski var þetta eitthvað sem maður var að alast upp og maður horfði á teiknimyndir og það var eitthvað ógeðslega eftirsóknarvert að eiga kistur fullar af pening einhvern veginn. Og þá, ég held að þetta hafi einhvern veginn komið þannig inn, held ég, bara ef maður reyna að finna einhvern grunn í þetta. En svo bara finnst mér þetta svo áhugavert dæmi út af þetta er svo, bæði svo listrænt og sögulegt einhvern veginn að halda á pappír sem var framleiddur á ákveðum tíma fyrir ákveðum tilgangi. Þess vegna er ég með mjög mikið af íslenskum seðlum, með mikið af portúgalskum seðlum. Ég safna alltaf dæmis portúgalska seðla frá fyrrverandi Nýlenduríki. Ég er með seðla frá portúgalskri Macau. Wow. Seðla frá portúgalskri Angólu. Mér finnst það svo áhugavert og seðla frá vestur Þýskalandi. Já. Áður en þetta var bara Þýskaland. Þannig að ég safnaði mjög mikið upp á sögulegt gildi og peninga líka. Ég á einn pening sem er eitthvað svona danskur peningur frá tímum Jörundar Hundadagakonungs. Bara því ég er með dellu fyrir Jörund Hundadagakonung og mér langaði eitthvað sem tengdist honum á einhvern hátt. Það var ég bara eitthvað, já, þessi peningur, þetta var eitthvað sem var notað á þeim tíma. Já. Þetta er alltaf eitthvað svona sögulegt samhengi og listrænt líka stundum er bara flotti seðlar sem er bara, þetta er geggjað. Þetta er ógeðslega skemmtilegt áhugamál nefnilega því að seðillinn er einmitt bara einn og sér bara listaverk. Já. Og þeir þróast og breytast svo mikið. Áttu færeyskar krónur? Jep. 20 krónur. Já, 100 krónur færeyskar og ég var bara, djöfull er þetta flott. 100? Það eru geggjar. Svo flott. Nýjastu líka eru ógeðslega flottir. Ég skal gefa hann, þetta er nýjastu. Þetta er næs. Þeir eru svona nýjur ógeðslega flottir, þeir eru svona handmálaðir eða svona, þeir líti út í svo oljumálverk eða eitthvað, ógeðslega flottir seðlar þessi nýju í Færeyjum. En kann það safna mikið og Bergur las einu sinni viðtalið við mann sem að vann við The Vault sem er vöruhús fullt af 24 ára segurböndum með öllum live upptökum af öllum Grateful Dead tónleikum frá upphæði. Þetta er bara mörg þúsund tónleikar á masterteipi og þessi maður bara vinnur í þessu vöruhúsi við að passa upp á þetta, katalóga og skrásið þetta. Og hann var spurður, hvað hafa margir Grateful Dead aðdáðendur sendt fyrirspurn til þín út af einhverjum tilteknum tónleikum? Og hann sagði, þeir eru eins og staðan er núna 7.932 sem ég hef átt í e-mailsamskipti við og svaraði einhverju varandi þessi spurður. Og hann var spurður, hversu margir af þeim eru konur? Og hann sagði, 2. Já, nákvæmlega. Og hinn eru bara svona, þetta eru 72 þegar hann var í Felmont. Já, þetta er svona söfnum og kallar er alveg bara kallaðu bransi. Ég held að sé eitthvað þannig, eitthvað köllun sem er eitthvað svona söfnuna della. Þetta er eitthvað svona hunter-gatherer dæmi. Körfuboltaspjöldin hann. Já, spjöldin maður, það er alveg annar kapitel út af fyrir sig. Það er þetta bara business, já. Nefnilega, það er líka, þú veist, seðlar eru líka business. Ég er með 2.000 krónar seðlar sem eru ég keypti þá á 8.000, þeir fara núna í dag á 12.000, 13.000, skilja, þetta er bara það er gangur á þessu núna. Það er gangur á þessu, sko, og ég held ég sé svo allra yngsti sem mætir í peningauppboðin sem er hérna á Íslandi. Já.
eru peningu upp á. Ó já. Ertu þá mættu með Já, spjaldið með spjaldið, sko. Þetta geggjað, sko. 8.000. Já. Svo voru seðlar sem voru gefnir út bara fyrir ameríska herin á Íslandi. Þannig að voru til Nei. dollarar sem voru bara notaðir í Keflavík. fáránlega Nei. áhugavert. Ógeðslega áhugavert. Ég vissi þetta ekki. Nei, og þau líti út öðruvísi en venjuleg dollarar. Vá. Skemmtilegt. Þetta er fróðleikur fyrir hlustundur. Já, þetta er sögulega skemmtilegt allavega. Ari, hefur þú safnað einhverju? Já, mörgu. Mjög mörgu. Þarna koma. Óbóðslega mörgu. Eitthvað sem stendur upp úr sem þú vilt deila með okkur? Bara allt sem er í geymslunni minni. Já. Ég á matblaðasafn frá ég var krakki. Ég á geisladisksafn. Ég á risastóð vaffaðasafn. Geisladisksafn er gott, þetta er að koma aftur líka. Já, ég á Bang & Olufsen geislaspilara sem tekur 5 í 1. Svona risastór. Fuck, hann er svo geggjaður. Hann er rosalegur. Ég er með fullt af bókum, ég er með fullt af ljósmyndum og drasli. Ég hef safnað öllum anskotanum og stundum hef ég þurft að stoppa mig af. Já. Collect them all! Já, þetta er aldrei þannig, sko. Við fórum yfir gamlar íslenska myndir sem eru þetta orðnar síkildar og margar hverjar bara arfleið okkar íslendinga, en mér langar að spyrja ykkur þegar þið voru aðrast upp, voru einhverju svona sem þið horfðu til í grínun, erlendir eða íslenskir? Já. Já, hver? Viltu að ég byrji og meðan þú hugsar? Já, endilega. Sko, ég man bara fyrsta uppistandi sem ég sá var Eddie Murphy, Delirious. Ég bara leiði hana hjá toppmyndum sem var hérna Gerplu sjoppan í Vesturbænum sem var Lotto sjoppa, vinsæl. Þar var til eitt eintak af Delirious og ég leiði hana, ég horfði hana og ég kópíeraði hana. Já, ég kópíeraði hana með 2 vaffahæstækjum og ég horfði hana svona 100 sinnum og lærið hana bara utan að. Og þetta var fyrsta uppistandi sem ég sá og var meðvitaður og hefur örugglega haft bara gríðarlega áhrif á hvernig ég tala almennt. Þannig að það uppistand bara alltaf allan daginn og svo Raw náttúrulega líka setna. Já. Þannig að leika leika Bill Cosby. I would like to talk to you about some of the things you do in your show. Now! Og svo Richard Pryor. Next time motherfucker calls town to suck my dick. Ég bara lærði þetta allt utan að því ég var krakki. Ég bara vákvæði fyndið. Svo horfði ég heimildamyndinu hann daginn og þá kom ég ljós að hann var bara nákvæmlega eins. Hann horfði bara á gamla bíómyndi stanslaust, The Hunchback of Notre Dame. Hann getur leikið hann alla. Hann bara... Og já, hann var svona sá fyrsti uppistandari sem ég var með þetta en síðan hefur maður bara skipt uppistandara eftir hvað er í tísku, sko. Já, Vilhjálmur? Ég var með alls konar, þú veist, þegar ég var alveg upp í Portugal, þá var hann alltaf bara portugalski grínistar. Eitt þeirra heitir Herman José, sem er bara ógeðslega fyndinn og svona mjög mikið karakterleikari, og svo þegar ég var unglingur, þá var það mjög mikið uppistandari sem heitir Dimitri Martin. Já, ég elska hann. Sem er bara, svo góður. og ég var með hann mitt á iPodum. Já. Þannig ég var alltaf að hlusta á hann það, sko. Bara, downloadaði uppistandi hans á vídeo og var með það í svona gamla iPod Classic sem að tók líka við vídeóm. Já. Horfði það alltaf þar bara stundið þegar ég var að sopna. Hann var líka með þættina Important Things. Já, þeir voru Dimitri Martin. Stórkostlegir. Hann var líka mjög framandi í grín, sko. Hann var með bara svona alls konar súrt grín. Hann vann held í Edinburgh Fringe velunin eða var tilnefndur eitt árið og ég sá specialin sem hann gerði það árið. Þar var hann með heilasirpu sem eru bara svartkvæta ljósmyndir sem hann hefði tekið á filmu og svo segir hann að hann komst að því að það er að lýsa öllum myndunum með palindrome sem er orð sem er eins fram og tilbaka. Þetta er eitthvað sem hann bara fiffar eftir á en það var eitthvað svona mynd af einhverjum fruit stand og hann segir I saw no melon, no lemon eða veit ég manna ekki og það er eins fram og tilbaka. Já. Svo er hann líka skrifaði bók. Já. Hann skrifaði grín bók sem er eiginlega eina bókin sem hefur látið mig bara fá hláturskast í lestri einhvern veginn. Mér fannst það svo magnað að hann hefði getað gert það bara. Því ég var að lesa þessi bók. Það var bara eitt að finnast sem ég hefði lesið, skilur. Þú veist, og það var mismunandi sögur, skilur. Ein saga var hvernig hann, þú veist, byrjaði að halda hjá kærustunni sinni með draugi einhvern veginn. Svo dó hann, skilur, og þá var draugurinn líka kemur í raunheimum, eða skilur, bara svona kærustan hans deyr. Og hann einhvern veginn byrjar að deyta kærustunum sína sem draug og svo byrjar hann að halda fram hjá kærustunum sína sem með öðrum draugi, skilur, svo deyr hann og það færi til himnaríkis og þá eru þau öll saman sem draugur og hann er eitthvað, fuck, ég slæmi málum hérna, skilur. Þetta er bara eitthvað svona, gaurin er bara í algjörlega súrum húmor en það virkar. Hann er surrealist í döðans. En það sem ég ætlaði að segja, ég var bara svo lengi að muna, það var ein mynd sem hann var með sem var hérna strætóstopp í stöð og hann segir eitthvað and I saw like this diverse group of people and it was like an African American, a Hawaiian, a Mexican and a Hasidic Jew all standing together og hann sýnir þessa mynd
And I was just like, wow, it's like a multicultural bus stop. Capture that. So I did. Og svo þegar hann gerir það sem palindróm, eins fram og tilbaka, þá er það, yo, aloha, hola, oi! Ég var bara, wow! Já, svo virkar það aftur Hann er svo brjála. Tengingarna sem hann býr til eru svo rosalega. Já. Ég tók alveg, ég fekk hann á heila. Það sjúkla flókið grín, einmitt að geta skrifa Ég bara, hvernig sefur hann? fram og tilbaka alveg eins í ljósmynd. Magga Mokk þekkir hann. Hún hékk rosa mikið í kringum hann Hún þekkir ólíklegasta liði, sko. Hún var í New York og hékk svolítið mikið í kringum einhverja The Whitest Kids You Know. Já. Þekkti þá allavega eitthvað svona. Mhm. Og Reggie Watts. Já, Reggie Watts. Það er til fullt af en sko, eitt af það sem er gott við internetið, ég kynnist uppistandi í raun og veru fyrst almennilega þegar ég byrja að flytja það sjálfur. Þá til mér bara eins og Louis C.K. sprakk svo út af YouTube. Hann var bara hann var einn af fáum grínstir sem bara postaði klippum af sér. Þar var hann með byttið hann peninga. Má maður segja, mér finnst hann mjög fyndinn, eða þú veist, hann var slaufaði. Já, en sko, áður en hann var slaufað, þá var ég að horfa á hann og þá var það engin siðferðislega ákvörður fyrir mig að finnast mjög fyndið að hann talaði um peninga og ég kýsa að fara ekki umræðum það sem á eftir kom eða þú vilt fara þá. Já, aðeins, já. Ég held að sé bara... En var hann slaufað? Hann er ógeðslega frægur Honum var- í dag. Er það? Hann Var misti hún bara slaufað? Netflix-samningin held ég. Já, ok, ég er bara ekki séð Ég held hann er $80 million. Hann er búin að vera með huge... Hann selur með út allt. Já. En sko, hann er náttúrulega bara fáránlega góður höfundur. Já, Og hann var með bit sem ég sá og ég sé ekkert hvað hann var. Og það var peninga. já. Ever get so broke that hvernig var það? You're broke, I'm broke. Ever have so little money? You have to pay money for not having money? That's fucking broke, man. Og svo bara segja hann aftur og aftur, alltaf broke. Negative $10. That's what I have now. That means I don't even have no money. I wish I had nothing, but I have less than that. Yeah. I have not 10. If it's free, I can't fucking afford it. I gotta raise $10 to be broke. Þess hann að segja sama hlutin aftur og aftur. Ég sá hann á YouTube og ég bara, hver er þetta? Það var bara svona einhver pixlaður, rauðhörður kall einhver. Ég bara, þetta er að finna það sem ég sé. 320 pixlar. Ég hefði aldrei fundið út sjálfur einhvern veginn að kaupa einhverja DFT diska. Já. En flestir grínistar í dag sem er stóri, það er alltaf eitthvað baggage. Það er alltaf eitthvað svona, Dave Chappelle, hann var uppaldið mitt til lengi, svo bara, svo verður hann mjög umdeldur. Maður er bara svona, já, ok, en burt sér frá því, áður en það byrjar, þá var ég rosalega hrifinn af þessu. Ég var svo þetta er bara umulegt að þetta gerist, en af því að ég hefði mjög gaman á hann, sko, en mér finnst hann ekkert fyndin í dag. Já, svo verður maður alltaf frústærar út í þetta fólk, skilur. Kannski bara verið fyndin í friði. Kannski aðeins róða þér, En líka bara, sko, ég man að ég keypti miða að sjá hann í London áður en ég var uppistandari, ég bjóð þarna 2006, bjóð ég ennþá þarna í námi og hann bara unannounced, bara með litlum fyrir var að Jazz Café, Dave Chappelle og maður vissi að hann var eitthvað svona, hann byrtist stundum og gerði eitthvað. Ég keypti miða, ógeðslega spenntur, aflýst samdægus. Hann kom ekki, hann var bara gangi í gegnum eitthvað erfitt tímabil. Hann náttúrulega bara varð svo ógeðslega frægur í Bandaríkjunum, svo snemma að hann bara, þetta var þá mikið fyrir hann. Það hefur haft mikil áhrif á maður sér það, en bara hvílíkur karakter, sko. Anna gæði sem langar að spyrja þetta, Jimmy Carr, ertu aðdáðandi? Hann er helviti fyndin. Já, hann er vél, sko. Það sem hann getur dælt út þessi bröðurum. Bókina sé frábær, hefur lesið hana? Nei. Hún er svona einhver furðuleg bland af æðisögu og sjálfshjálpabók og hann les hljóðbókina sjálfur. Hann heitir eitthvað, do this, no problem. Þetta er bara svona, og þetta er allt svona, já, góð punktur. En ég sá hann fyrst í Jay Leno, löngurinn ég á áhuga uppstandi. Ég myndi bara eftir þessu, hver var þetta? Og hann var bara komið og kanandir voru ekkert alveg að fatta hann. Nei. Hann bara gaf sig ekki. Hann bara stóð og flutti sína brandara, þurr húmor, nasty punchlínur. Mjög. Og þeir svona, það tók það smá tíma. Einn uppistandari sem ég búin að það ekki lengi heitir Ísmó, er að koma til Íslands. Og hann verður held ég bara mögulega sama dag og Taskmaster er að fara í loftið á Simplus. Þá, og þetta er löngu bóka og ég hitt upp fyrir hann, held ég sé höllinni. Hann er finni, hann flutti til Bandaríkjana, hann sló í gegn þar. Hann náði að vera skrýtni finnin, en hann talar mjög mikið Ameríku. Og hann gerði bara bit í Conan sem var if you say in America like a bad word, they say language. And I'm like, yeah, that's a part of, it's a swear word, it's under the umbrella of language, but it's not very specific. Like it's like if somebody is about to walk in front of a bus and I warn him by saying transportation og Kanadi bara þeir skilja þetta sko, þeir
og svo bara gera nú sem ekki grínaði I learned in America when you say can I help you that means go away Já, allir sem að fara til Bandaríkjanna bara þetta er rétt, can I help you því að annars verður að fara þú verður að kaupa eitthvað annars verður að fara Já, sko, ég var náttúrulega búin að lofa með að halda það með 90 mínútur, ég vona sér ekki að flýta ykkur stráka samt, en annars takk ég bara Jóhann Alfreð át að lappið út og við getum ekki bannað eitthvað það. Ég kannski stekk bara klósettið, sko. Já, það er sjálfsagt það er sjálfsagt mál. Við erum alltaf með geitina í uppstandleiknum og við verðum að spyrja þetta. Ég er búin að taka áramótskóp ykkur 17 ári röð. Ég ætla samt að byrja að Villa, sem ég verð að tala um aðra sem geitina. Þú ert nú ég er geitin, já, og King. Sko, ég undirbúin ekki þáttinn Vili, þá segiru í viðtali uppistand er það versta sem ég gerir sjálfur mér. Já. Já. Gráttu trúður. Já. Hvernig, getur þú líst því fyrir fólki af hverju en þú hefur samt gaman að því, svo las ég viðtalið nánar. Já, þetta er sko, þetta kemur rosa mikið í bylgjum hjá mér, hversu mikið gaman ég hef að þessu sko. Ég ætla að leiða honum að tala því við vorum að tala um þetta í bílnum og það er ekki út af því ég nenni ekki að hlusta. Ég veit að þetta er alltaf. Já, góð saga. Já. En nei, ég er bara með kvíða, ég er bara með kvíða og hef mjög gaman að því að vera í skemmtanabransanum en uppistandsformið var að fara bara að hafa höldi mikil áhrif á mér svona daglega því ég getur þetta alltaf mikil fullkomna sinni og ef þú ætlar að vinna við uppistand allavega svona á staðnum sem ég var á þá þarftu líka að vera í annarri vinnu og mér fannst ég stundum ekki að hafa nóg mikið tíma til þess að fínpússa eða bæta nýju efni inn á og oft þá var ég að fara með uppistand hér og þar sem gekk alveg bara fínt allt í lagi en það hafði bara áhrif á alla mína viku sko. Ég var með uppistand á laugardaginn þá var ég mánudaginn byrjaður að kvíða fyrir því í alvöru? Já og þetta var bara farið að vera dálítið of mikið bara kortir á einhverju laugardegi og það er mánudagur og þú strax byrjar að Já, bara hugsa um þetta eða svona þú veist og ég get ekki fengið mér bjór neitt af þeim dögum út af því bara ég verð svo kvíður að vera þunnur og þá fer heill dagur í þingu sem ég get ekki hugsað uppistandið. Sleppir það samt ekki aðeins, ekki það eitthvað þetta drikkju, sleppir það ekki beislunu aðeins eða eitthvað? Nei, það kemur aftur þessi, þegar maður er svona mikið það er svo kvíðavald þegar maður vill hafa hlutina fullkomna þá vil ég ekki að því mér finnst ég stundum vera dálítið smá þoglumæltur ef ég fæ mér að drekka og mér finnst ég ekki hafa nægilega miklan fókus þegar ég fæ mér að drekka þannig að ég hef alltaf því að vera með uppistand þannig að alltaf því að ég vera með uppistand þá bara hef ég ekki fengið mér dropa fyrir en bara ég er nýbú með uppistand þá helli ég mig þá helli ég mig þá bara ég var til að taka heilan Guinness alltaf bara strax eftir uppistand bara. Ég er sammála þessu og þegar maður hefur left sér það og ég held að drekka kvöld fyrst það er bara að skemmta ég stundum brent mig á því ég drekk sko eiginlega aldrei lengur en ég hef brent mig á því bara svona að maður er svo hátt uppi eftir það að maður bara og svo bara er maður ónýtt þetta en eftir það fór bara fram úr sér því maður var í svo góðu skapi sko. En ég get ekki drukkið fyrir gegn því að ég þarf bara 1 bjór og það hefur bara strax áhrif á hvernig ég tala Já, mér líka Ég verð rosalega svona ég er ofskýrmeltur og það er bara svona það er bara eitthvað að mér, það bara sést En þú hefur prófað? Já, en aldrei fullur Nei. En kannski 1 eða 2 En ég hef alltaf verið smá svona ég er ekki alveg skýr því maður er náttúrulega með svona buzz að maður drekkur En náður að laga þennan kvíða? Eða er þetta enda? Ég náðu að laga hann með því að hætta uppistand í smá tíma allavega Nei, ég held að næst þegar ég gerir uppistand þá bara ger ég það bara með hópnum mínum VAFS sem er uppistandshópurinn minn og þá ég er búin að náttúrulega vera bara hægt og rólega síðustu árin að safna í eitthvað svona 1 og 1 konsept sem ég skrifa alltaf niður og svo þegar kemur að því að við komum með endurkomu þá mun ég koma með uppistand Það er gaman að vera í hóp Það er gaman að vera í hóp og það er bara mjög hugulegt sko og það virkar Það er líka gaman að vera með sýningu sem fólk kaupir með til að sjá hópiðinn eða sjá þig því þá er engin í vafa hvað er að fara að gerast en þegar maður fer út í bæ að skemmta hjá fyrirtæki þá er maður oft bara, veit fólk að það verður uppistand? Já, vill fólk að það verður uppistand?
og það kemur stundum ljós að fólk hvorki veit að nýja vill það Já, eða þó það er bara ekki hægt að ég hef gera alveg flutt upp í stand þar sem enginn var að hlusta held ég. Já. Ég hef alveg flutt upp í stand þar sem það er nákvæmlega 0 manneskir að hlusta en ég ætla Ég verð að, það Klára er náttúrulega ein spurning hérna, bara versta gigið ykkar á ferlinum, ef þið megi gefa það upp, Þau eru svo fá, ég bara Nei, ég er bara ángríns ef bara einhverja aðstæður sem að, ef maður tekur vondgig þá yfirleitt þarna maður eiginlega bara gleymir því strax og er ekkert eitthvað erfa það ekkert sem mannst eftir sem að bara, þetta var hræð. Jú, ég man að einu sinni skemmti ég var veislustjóri einu sinni á árshátíð Hagkaupa mjög snemma á ferlinum og þá var ég meitt mjög lúin eftir djam kvöldi áður og ég þurfti að fara svolítið oft á svið sem ég ger ekki lengur, ég fer mjög sjaldan sem veislustjóri því þú þarf að vera svo lengi og það var árshátíð í Hagkaupum og það var bara ungi krakkar að fá frí á mánudegi og þau voru bara blindfull og hérna eftir því sem að fóru áttur að svið þá heyrðist minn og minna það sem að sagði og fólk var að fara að kalla eitthvað og svona sem kom Dóri Gylfa sem Kitty Casio sem var hérna, hvað ert þú búin að vera að setja saman eldflögur? Guður, hérna frændi Pétur Sjónsson Já, og hann var að gera út smá atrið á þessum tíma alveg því hann var beðinn um það karakterinn Já, hann var oft beðinn um það Já, hann var svona, já ok, mætti einhverju lék með sólglölu og bara eitthvað tók einhver lög og svona og hann tók nokkuð lög og þá bara bla 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 hlustaði enginn, hann kláraði bara sín 5 lög ekkert mál og bara takk hella fyrir, þið eru frábær svo lappaði hann á mig baksins já, þetta var ömulegt og svo fór hún ég var bara fyrirmyndar svona að leysa þetta En þetta er náttúrulega það er, mér finnst auðveldara að veislustýra en uppistand og ég veit ekki af hverju það er þinn styrkleiki bara það minn styrkleiki sko En það er samt uppistand, er það ekki? Það er eitthvað uppistand í því og mér finnst þetta skemmtilega að gera það er bara svona stjórnandi bara Já, og ég er svona fer oft í fyrirtækinu og læri um þau eitthvað svona og er að skrifa alveg ég er að skrifa grín í kringum fyrirtæki eða vinnustæðinu eitthvað svona En þú þarft ekki að vera fyndin eða þú veist, það er ekki jafn mikið pressa Það er ekki jafn mikið pressa, maður þarf samt að vera með 2 atriði að minnsta kosti svona sirka til þess að koma inn á með og svo líka eitt með veislustjórn sem er mjög gaman er að kunna tímasetja sko. Mér finnst það mest sko, stundum hef ég ekki farið fram ég verið með atriði tilbúið, ég er eitthvað svona það er góð stemning í salnum og þeir eru mjög mikið að tala sín á milli og ég held þið vilja þurfi ekkert á þessu tímingna atriði að halda þannig ég ætla bara að lifa partíinu að halda áfram þetta er bara svo hárrétt og svo líka fólk þarf líka að fá frið frá skemmti eftir honum fólk þarf að fá að pissa og drekka og tala saman og fara út í smók eða hvað sem er ef það er ómikil dagskrá það skiptir ekki máli hversu fyndið að sniðut fólki er það bara, við erum aðeins að bonda núna og þá man líka fólk, ef þú verðst að koma of oft þá er fólk bara, hann var alltaf með eitthvað fucking dæmi hann var að hann var reyna svo alltaf að mikið koma upp á svið já, hæ, hvað segir ég? Hvað skilur og svo kannski sagði hann bak við það var einhver svona ein manneskja sem var bara svona þú verður að fara aftur upp á svið, fólk er orðið svo óralegt ég lenti því einu sinni ég var ekki 20 sinni upp á svið eitt kvöld meira og ég bara, meira og alltaf aftur uppistand, fólk alltaf hlusta minn og minna ég bara, er ekki lægi, tek bara eitt gott uppistand upp og svo kynni ég bara einhvern mat og eitthvað nei, aftur meira og ég fluttið 3 til 5 mínútur í hvert skipti og ég man í lokin og mér sagði, já, þetta hefði nú mátt vera betra hjá þér þetta hefði nú mátt vera lengra og ég bara, aha það hefði allir farið í mig sko, það er bara, já, ok þú bara borgar ekki jafn mikið, það er alltaf leið já Það er orka náttúrunar uppdætt að guðvélum er gerð á 6 ára fresti til að tryggja úttekt til að tryggja örugga og skilvirka orkuframleiðslu og í gufuvélum eins og má finna í Hellisheiðarvirkjun gufa notuð til að knýja turbínuna og með tímanum getur það valdið útfellingum á íhlutum vélarinnar þannig að til að tryggja hámarksafköst vélarinnar er gerð svokvöldu uppdækt af vélunum Basically það sem þú ert að reyna að segja mig bara er að onn er ekki par með hlæsastöðar Nei, þeir eru með allan nú ætla ég ekki að blóta í beinni en þeir eru með alls konar Já, og ég meina, þeir eru með Hellisheiðarvirkjun og þeir eru með appið Já, þeir Aldrei gleyma appinu. og þeir eru bara í eldhúsinu alltaf dag og fóstjörnurarleiðinni Já, en þeir eru með hraðhleðslustöðvar ekki gleyma því Nei, tilleigu Já, og svo eru þeir bara með perluna, þeir eru með hjarðarhagan Giggo, ekki fá bara einhvern í verkið Giggo hjálpa þér að finna fólk sem hægt er að treysta rafræn auðkenning, stjörnugjöf og umsagnir allt þetta hjálpa þér að finna trausta aðila í gegnum Giggo Það er nú heila máli í þessu, þú veist þegar þú panta bara kitta pípara úr gulubókinni, þá veist ekkit hvað það fá Nei. En Giggo, þar er stjörnugjöf þar er verðskrá, þar er allt upp á borðu Verður maður þá ekki líka að hvetja fólk til þess að gefa stjörnur til þeirra ef þið voru ánægð með þjónustuna Ég er algjörlega þar með þeim Já. Og svo er Elko það er einn maður sem er í fullu starfi þar 24 klukkustundir 7 daga vikunar Býtu hvað mistar það? Það er rafræni þjónustur ákveðin Já,
sem líklega á við milljón manns. Já, hann seigur sko. Ég nú alla jafna ekkert endilega mikið fyrir spjallmenni. En hjá Elko, það Þeir er ágætis. helviti Já, góður. en svo þið líka bara, þú veist, það eins og fólki í bláu skýrtunum með bindi hafi verið að þjálfa á upp hana. Þessi spjallmenni sko, því að það viðkunnulegt fólk Mjög. í Elko. Já. Og þar ertu auðvitað bara með úrval raftækja, allt frá hleðslusnúru og upp í uppþóttavél. Nú ætla ég einmitt að láta reyna á skilafrestina því að uppþóttavélin mín passaði ekki og ég reyndi að fá mann frá Giggo í verkið en jú, það virkaði sko, það var ekkert að honum. Já, hann gerði allt rétt, já. En hérna, Það samt passaði ekki vélin. eldhúsið mitt bara virkar ekki. En það nú önnur Ella, þökkum Elko fyrir bara frábæra þjónustu. Það myndi halda líka tímasetningar snúist bara að þegar kannski menn og konur eru búin með svona kannski 2-3 kalda og vilt ekkert mikið meir en það. Þá það örugglega erfitt. Já, þið finnst betra sko. Svo bara tónlistin sko. Tónlistin náttúrulega bara getur komið hvenær sem þetta fólk bara fullt og vill dansa sko. En ef maður alltaf verið með uppistand því fyrir því betra sko. Ég var alveg verið með uppistand af einhverju ársætið þar sem ég var beðin að koma á milli sko á milli Bríetar og annað tónlistar. Þetta bara geðið seitt í kvöldi. Þetta má ekki. Bara getur ekki farið. Vilt ekki fara þá? Ég þessi best. Ég Nei. Ok, Bríet nýbúin að syngja upp á fólki. Ég mun bara tálega fólkið. Hæ, heyrðu, ég með smá sett ennandi ykkur og þá bara heyrðist út í sal einhver gaur bara þegiðu maður ég alltaf eitthvað, nei, ég ætla að flytja þetta Hann engin greiði gerður að vera settur og milli tveggja tónlistarættur að tala ekki með Bríetar á undan þér þá fólk bara, ok, standardinn hann hár þetta skal vera tónlist, hún skal vera rosalega metnaðarfull, listrænt og gott pop svo kemur litli kuppurinn að segja grín strax eftir Jói og Bergur veislustýrið á Val einhver tíman og þá var einhver að segja, ég ekki bara setja hann að strákana með sprellið, Steppi, þú fer á svið og syngur, Steppi Hilmas og svo var einhver annar og Steppi sagði, nei, alls ekki gera það, nei, þarna eftir að byrja að syngja þá er ekki tími fyrir neitt talkie-talk, settu þá á undan og þetta var bara hann að vera svona bara, þú gerir þeim það ekki ekki því að Steppi væri að fara að vera svo góður, það verður bara fólk veit leið að tónlistin byrjar, þá er það bara lalalala, þá ertu hættur að hlusta á kennarann sko. Ari, verður ennþá stressaður fyrir uppsnátt? Já, auðvitað og þú veist þú þekkir það að maður er sko, maður þarf að sem er nýtt efni og það koma tímabil þar sem maður skiptir í mjög hratt út og nú er ég að gera mjög mikið nýtt þá er maður bara jafn góður á efni sem maður er með og svo getur maður líka dótt í það þetta er ekki að ganga nóg vel, þá fer maður á næri í kistuna eitthvað sem maður kann og er með vöðaminninu og það gengur óslega vel og það límar óslega vel en síðan fer maður líka að reyfa sig niður það var gamalt okkur var þetta ekki nýtt út svo mikill út svo staðin það er eitthvað svona dót sem að gerir flesta grínast að brjála það en á meðan úr á sviðinu jafnvel þó að gangi illa það er svo mikið adrenalín þú finnur ekki fyrir því, ég var einu sinni með eitthvað þursabyggt í bakinu og var bara að drepast, en á meðan ég var að gigga þá tók ég ekkert eftir því, ég var bara að hugsa eitthvað allt annað. Nei, maður þarf að mitt ofta gigga að gera eitthvað veikur sko. Það er náttúrulega fylgir þessu líka mjög mikið. Hann var veikur í tökunum á Taskmaster, hann var sko bara kjúlað veikur, fárveikur í stúdíóinu hittalækandi og við vorum bara já, svo var oft bara alltaf þegar var breyk á milli þá var alltaf bara þurrka svitan að mér og ég var bara þú varst svo gólfið á HM í handbolt það var bara skúraði í einu þættinu því þú varst bara svo sveittur, það var svolítið fysikal þáttur og bara, hvað varstu með HM hita fyrir þetta? Ég man það ekki, 40 stig þetta var fáránlegt sko, ég var líka bara en meðan maður var í tökum þá var maður bara góður sko, svo kom ég heim og ég var bara kúin á því, sér líka bara mér finnst sko í þessu að þegar maður er að þú talar um að díla við kvíða þú veist, ég hef bara gert mjög mikið af því líka og það er líka tíma bara alls konar væntingar til sjálfsins og svona ég hef aldrei náð að mastera það að sofa almennilega en mér skilst að það sé rosalega gott ef maður er að glíma við svona hvernig er þetta að sofa? Mjög lítið, ég er svo kvíðinn og þessi frábæri gaur Matthew Walker sem kom nú til Íslands og var nú hjá Snorra Björns og fleirum ég hlustaði einhvern veginn á heila bók eftir hann og fyrirlestur og það var alveg magnað hvað hann var að tala um að svefn getur hjálpað mikið og ég veit að ég yfirleitt þegar ég er á vondum svona stað með kvíða og slið þá er bara svefnin orðin mjög slappur já, ég er ekki að fá nógu mikið rem sjáðu til ólítill djúp safni rem sko rámar í grímuna sem var að tala um einhvern já, og það er síðan annar mál kæmisvefnin Ari var að tala um moppuna á HM
sem myndi mig á frábæran fyrirgefðu TikTok-skets frá þér DJ Já, geðið það eitthvað meiðist Hver dáin Maður fyrir að malla það, sko Ég var að malla það geðið lengi meðan ég var á leikinu Hvernig er best að útfæra þetta einhvern veginn, það var svona Mér finnst best að gera bara án orða Það var best, skil Þetta er svo ógeðslega fyndið, það einhvern gaur að rífast eða eitthvað og það bara Svo einhvern gaur eru bara að vellinu Hvað er það fucking gera? Svo bara stoppar strax og leikurinn byrja Davíð Gettast og hvernig er alltaf bara að taka bara tilbúin bara strax og kemur stopp bara eins og ógeðslega fyndið ég myndi eitthvað í fótbolta eða eitthvað þú veist Fótbolti sem er mér bara vera undirbúið fyrir hotn svo strax og sparkar búið svo magnað En er ekkert freistandi fyrir menn eins og ykkur sem eru svona frjóir og skemmtilegir og fyndnir og með þennan miðil fyrir framann ykkur bara fara full on, bara herriði, ég ætla bara að taka yfir heiminn með bara mínútumyndböndum á ensku sem að ná til allra eða mér langaði ekki, mér hefur aldrei langað Ég hef oft hugsað, mér langið það Ég hef oft bara verið allt á kvíðin til að búa til content fyrir social media Ég hef dáðstæði sem villi getur búið til það sem er að leika báða karakterana og hann er oft bara með eitthvað svartkvítt og bara eitthvað Listen me, see kid einhvern 30s gangster frá Chicago Ég bara, það eru fleiri að horfa á þetta en á Íslandi Þú veist bara, maður sér það bara strax Mér finnst partur af þessu alveg bara að vera sturla skemmtilegur og eiginlega mest af gríni sem ég horfa á í dag myndi ég segja er eitthvað sem er áframsent á mig á Instagram Ég er ekki mikið á TikTok, ég er með reikning þar en ég bara eiginlega kann það ekki alveg Ég mitt búin að róast, sko, ég sitt bara núna inn á, ég hef aldrei fyllt þessari hugmyndafræði eitthvað, þú verður að pósta það einu sinni á dag Nei, þetta er svo mikið líka eitthvað Ég bara aldrei gert Þú verður að vinna frýtt fyrir okkur, sko Það er það sem þetta er líka Það er þetta þannig Þú verður að koma algoritmann í gang Sett hann bara í gang fyrir mig Gerðu mig frægan En ég skelli bara inn ef mér finnst eitthvað fyndið Málið er ég hef ekkert langað að ná til bandarísk fólks með gríninu mínu mér langar að gera ég veit ekki, mér hefur alltaf bara langað að gera grín fyrir Ísland og það hefur bara verið mitt áhugamál og mér finnst stundum sko ég veit ekki hvort mér finnst það skrítið en ég skil stundum ekki þetta eitthvað svona að vilja vera frægur í að vera Íslendingur og vilja vera frægur í Bandaríkjunum með eitthvað íslenskt efni ég skil það ekki og mér langar auðvitað mér langar mjög mikið að vera leikari og bara stórleikari og auðvitað þá einmitt vil ég leika í amerísku efni en ég myndi ekki vilja búa í Hollywood ég myndi vilja gera þetta bara á norræna mátan bara eins og, þú veist, Mads Mikkelsen sem er bara, þú veist, stendur sér vel í Danmörku fær nokkuð verkefni í Bandaríkjunum sem hann stendur sér mjög vel í og er síðan bara á Íslandi mér finnst það eiginlega svona eftirsóknarverðast mér langar ekki að verða Hollywood leikari það er líka bara svo, það er sama ég stóð fram fyrir mér ætti ég að flytja til Bretlands með breskan umboðsmann bara já, en það þýðir að ég þarf að fara að gera dálítið annan hlut en ég er að gera hérna heima hér er ég bara með allan minn bakgrunn allan mína ættingi og vini og tala íslensku og hef bara ákveðin status hérna ef ég fer til Bretlands og er það rosa lengi þá þarf ég mjög mikið bara að vinna við að fara á þessa klúbba og gera þetta og byggja upp prófíl og það er náttúrulega vinna sem ég kannski bara hef aldrei verið tilbúin að leggja á mig en svo því ég lendi svolítið í að vera uppistandari En mér þykir eitthvað svo vænt íslenska menningu mér langar svo mikið að leggja mitt af til þess að bæta við íslenskri menningu og stækkana og einhvern veginn þróana og það er eiginlega aðal ástæðan okkur ég hef ekkert haft neitt áhuga það er Bandaríkin hefur nóga fólki til þess að gera það Sko, Ari, ég verð að spyrja Netflix specialin geggjaður og þú ert náttúrulega orðin áttur, eins og segi, geitin sko, þarna er ekki erfitt að vera fyndin á ensku þú veist að, mér finnst ég vera fyndin en ég geti aldrei vera fyndin á ensku mér finnst það bara alveg eins og vera fyndin á íslensku munurinn er bara, enskan er náttúrulega ekki móðurmálið mitt Ég sagði við pappa því ég bjó í Englandi þegar ég var 7 ára, ég er bilingual einhvern tímann því að ég var frekar góður í ensku því ég flutti heim og krakkar voru ekki mikið farnir að læra ensku í skóla strax. Ég er svona bilingual og pappi bara, nei, þú ert íslensku mælandi en þú kannt ensku. Og það er víst rosalega munur. Þá ertu í raun að nota annan part af heilanum til að kalla fram enskuna og þá reyðir þetta sig dálítið á eftirhermu líka. Eins og Willi leiki True Detective og fekk dialect coach til þess að gera hann amerískari. Hún var geggjuð sko, og var frábær kennari, ótrúlega. Og það er rosalegt að horfa hann í True Detective því að... Þannig að áttur þá ekki að vera með íslenskan hreim? Ég átti að vera kanni sko. Þetta á að gerast í Bandaríkjunum, þetta tekið á Íslandi. Í fake bænum Ennis í Alaska. Já,
hluta til tekið á Dalvík og hluta til tekið í stúdíu hér Og Keflavík líka með Keflavík, Já. mikið af íslensku tökulið og fullt af íslensku leikurum. Já. Þetta er alveg djúpa pæling, ég vissi Hann er þetta bara ekki. kanni í þessum þáttum, fór aldrei frá Íslandi og var með dialect coach sem hjálpa honum. Og það sem að ég hef alltaf haft kannski í að tala enskur, ég var í skóla þar, ég bjóð þar sem barn og ég var í skóla þar og á nokkra enska vini og það hefur bara haldið enskunni það lifandi í mér og ég var alltaf að útskýra íslenska brandara fyrir vinum mínum í Englandi. Ég var að Einmitt. leika fósbrarasketsa fyrir þau og ég var að þýða þau eftir minni á staðnum. Því mér er svo gaman að sýna fólki dót Já. og bara endurtaka eitthvað og þegar ég fór að gera þetta á ensku þá var ég bara, ég tek bara íslenska efnið mitt, ég þýði það bara á staðnum í haustum á mér og ef það vantar samingi og útskýri samingið og það var bara mjög flott, mjög skemmtilegt og ég er ákveðin karakter þegar ég tala ensku sem ég er óslega ánægð með, mér finnst það óslega gaman að vera góður í ensku og snöggur og hugsa, ég fekk skammir fyrir það þegar ég var að byrja, þú talar of fína ensku, þú er svo að reyna að vera enskur, ég er eitthvað, ok, er það slæmt? Nei, bara vertu með brotin íslenska hreim og ég komst að því að ég kann ekki að tala með the real harsh Icelandic accent Já. því að ég bara þarf að hafa meira fyrir honum heldur en að vera eitthvað svona furðuleg amerísk, ensk, írsk blanda sem ég er. Þetta er svona geðveik pæling og sorry ef ég er að fara út allt hérna. Þetta er svo Heimir Hallgrímsson, hann er þjálfari írska landsliðsins og maður heyra þegar hann er að blaðamannafundum mér finnst svona stundum eins og að reyna að tala eins og íri. Hann getur ekki gert það þessu. Hann er alltaf bara búinn að vera í þessu. Hann er búinn að vera þarna og hann byrja bara að segja no, I'm grand. Hann byrja bara að segja svoleiðis hluti. Þetta kom fyrir enska þjálfaran sem að var einu sinni með hvað hét hann? Hét hann ekki Steve McLaren? Nei, Steve McLaren, hét hann það? Já. Hann var með enska landsliðið hvort hann komst ekki á mót. Já, það passar, já. Já, og svo endaði hann í einhverju liði í Hollandi og hann fór í viðtal í Hollandi á ensku og hann var búinn að hann byrjar að tala eins og hollendingur hann gert svo mikið grín á hann í Bretlandi það var bara, yes, that's true we've been working for a long time en þetta gerist hjá ákveðnum prósentum af fólki að það sko byrja bara eins og kameljón ég var í vandræðum þegar ég var í skólanum í Englandi þegar ég var eins og tala við Skota, Íra og Bandaríkjamenn og ég var að svissa myndleira allra og þeir voru bara are you taking the piss? Right man, I just can't it'll be grand man og ég var bara svona hoppa yfir í totally we have to look at that fyrir mér er þetta bara ein stór eftirherma að tala ensku og mér finnst það gaman og mér finnst það spennandi Eitt sem ég ætla að spyrja Ari, við erum alveg að hleypa leifi rittaraspendingan þar púðusykur, þú veist Nú ætla ég að pissa Já, gerðu svo vel Púðusykur, er það dæmi fyrir þig til að halda þér einhvern veginn bara í ryþma og í æfingu eða er ég að dángreita það eða þú veist ég Nei, það er bara algjörlega það sem maður þarf og þarna, ég er nú ekki mikið búin að vera skemmt upp á síðustu því ég er að gera svo mikið sjónvarpsþáttum en það sem Bjössa tókst að gera með púðusykur er að hún tókst að búa til klúbb það sem er klúbbasjó og klúbbasjó er þannig að það er skipt inn og það er skipt út af það er ekki allt á sömu sem sína það er einhver ákveðinn hópur og stundum er þessi hópur og þessi hópur en þetta þýðir að maður fer nokkuð reglulega og fær að flytja upp í stand í grínklúbb og það er rosalega gott til að halda sig við því að það er ákveðið efni sem maður tekur í klúbb sem maður myndi kannski ekki taka ársatíð það þýðir ekki endilega að segja eitthvað meira klúrt það er meira bara svona að þú getur kannski verið aðeins súrari eða aðeins búið til eitthvað hlusti aðeins á mig, ég er með pælingu hérna og auðvitað gera það, þau eru komin til að heyra upp í stand en ef maður fer á ársatíð þá þarf maður kannski að vera svolítið meðvitaður þetta er hittari, þetta er gott, þetta skilja allir, þetta verður vinsælt. Maður þarf að vera svona mainstream meira þar. En klúbbarnir eru alltaf góðir, maður getur þróa stundum svona einhver skrítinbittar og púðis ykkur, það er oft dúmdur stemming þar og það er mjög bara fjölbreyttur hópur sem kemur þar. Stundum er bara frekar hár meðalaldur, stundum er bara hodnungt fólkar. Hrósa Björn Bragamæður. Já, og bara... Og ykkur öll. Já, hann er náttúrulega bara... Hann er alveg sjúklega flinkur sko, hann er ekki bara frábær grínist, hann er líka svo góð pródusent eins og quiz og allt sem hann gerir, þetta er svo mikið hann veit hvernig hann byggja eitthvað upp og láta það rúlla og hans að halda þið við og svona sko. Ég verð að spyrja þið sérstaklega þegar viljum þá að pissa Já, nótum tækifæri það sem er að horfa á þetta í mynd hérna sko, að fóta sig erlendist út af orðin stór erlendist núna hvað var fyrsta skrefi, hvernig náður þið? Já, stór erlendist og ekki sko, ég er náttúrulega uppistandar að fara bara allir á Ólympíuleikana í uppistandi sem er Fringe-hátíðin í Edinborg. Hún er í ágúst. Er það Ólympíuleikarnir? Það er stóra iðnaðarmessan fyrir uppistand. Maður þarf að fara á það. Ó já, og þetta er þriðja mesta miðasalan á einhvern viðburð í heiminum. Á eftir Ólympíuleikunum og HM. Já, þetta eru sko, þetta er mánuður. Það voru 3500
það voru 2800 uppistandsýningar þegar ég var þar fyrst. Ég var með eina af þeim. Þarftu að slá eitthvað decibel með til þess að fá inngöngu eða geta allir... Það fer eftir í hvar þú sýnir. Ég var nógu heppinn að komast inn á klúbb þar í bara gegnum smá sambönd sem ég hefði myndað mér á því að skemmta í Danmörku, kynntist Breta þar, mikill snillingur og hann setti mig í þennan klúbb sem síðan sprakk út og varð rosalega vinsæll klúbbur í Bretlandi. Ég var fyrsta árið þar. Ég hangi ennþá upp á vegg þar sem einn af original 12 og ég bara, Wall of Fame, þetta var aldrei tekið niður. En svo getur líka bara að fara og gert open mic þar eða borga bara fullt af pening og leikt herbyggi. Og svo bara harka að fá fólk inn og þú þarft að flæra fólk inn og það bara koma kannski 2. Ég fór einu svona sýningu þar sem við vorum 3 áhorfendur í 100 mannasal og við vorum allir Íslendingar og konan sem var að sína sýningunum með 22. Það hefði verið mjög lítil miðasala. Það var mjög erfitt sjó fyrir hana, hún var mjög þreytt. Hún brotnaði niður á sviðinu í miðju sjói og fór að hágráta og maskarinn lag niður og við vorum svo nálægt henni og vorum svo mikið búin að reyna. Ég og Bergrabbi vorum að reyna hvað er það og hún var alveg búin bara í burnout og hún grét og við vorum bara við vorum eins og Íslendingar svo þægilegt að sjá einhverja tilfinningar við vorum bara brilliant þetta er mjög samfærandi svo kom vinkonur upp á sviðið og eitthvað hey it's okay no, leave me alone I'm gonna finish the show og hún kláraði sjóið og svo fekk hún bara taugafall og sagði bara I'm so sorry what do you guys do og við bara we're stand-up comedians oh god og á þessari iðnaðarmessu þar getur þú sýnt og ég sýndi 25 sýningar, einu svona dag í 25 daga en það gera það allir það er bara the full fringe run heitir það en ég var með eina af 2800 sýningum það sýna ekki allir alla dagana en samtals voru held í 50.000 stakar sýningar sem var hægt að kaupa sér inn á Sturla sko og það er svo rosalegt að vera þarna því þannig er allir iðnaðurinn líka þannig er allir umboðsmennir og ég var bara svo heppinn fyrsta árið að ég fekk smá svona sætasta stelpan á ballinu í klúbbnum sem ég var í það seldist upp á mig og ég hafði það með mér að það var ein klippa af mér væral á YouTube. Hvað klippa það? Ég að tala Norðurlandamál á sko mjög stífri samkomu sem var menningarvelur Norðurlandar ás 2015 ég man vel eftir þessu gigi ég mun aldrei horfa þetta aftur hugsaði einhver finni setti þetta á YouTube bara very funny guy Derve, Bergali bara hann fannst það skemmtilegt og þetta fekk einhverja milljónir áhorf á YouTube sem ég fekk ekki krónu fyrir en ég var mjög alveg skýtsama ég var bara þannig ég komst inn út af því seldi upp og þá kom umbásmaður sem að sænaði mig og svo var það hún setna sem að keypti specialin því hún fekk vinni á Netflix þetta er bara svona algjör tilviljun að einhverju leyti en ég líka ef ég hefði ekki farið þetta ár þá hefði ég sennilega aldrei fengið hennar special Púslir röðust rétt upp maður já og svo bara þú veist það er alveg hipsum haps hvað þið keyptar inn sko já reyndar við leifisögum alltaf það er ekki til en sem þetta er heppni í þessu lífi sko maður smíðar hann eftir sjálfur veistu hvaða lönd voru að taka specialin mest fyrir utan Ísland bara? Ekki hugmynd Nei, hvar þú ert vinsæll sko? Veit það ekki Nei, einhverjum tilfinningu við því Netflix deilir ekki í þessum upplýsingum Það er reyndar áhugavert Já, það er áhugavert sko Spotify veistu það og YouTube veistu það en þarna ég fekk að vita að það var herra hlutfall af fólki sem kláraði þáttinn á Norðurlöndunum heldur en hinulöndunum hins vegar þá gerði það sem að ég spurði alls konar menn eitt sem heitir Daniel Sloss oft kominn til Íslands hann varð a huge á Netflix með mun stærri special en ég hann með 2 back-to-back sem sló í gegn í Ameríku hann var búin að vera í Conan svo oft líka og það var bara David Schwimmer var að hringja hann og bara gott út að borða maður og svona, hann var, halló, hann býr samt í Skotlandi hann er ekki fluttur til Bandaríkjanna en hann sem sagt sagði, ég vissi ekkert hvar þannig að ég bara fór í heimstúr og hann bókaði bara til að sjá hvað hann seldi niðurstaðan að þessi hjá mér var það er Danmörk og aftur Danmörk það er fyrirheitna landið mitt það selji lang mest utanlandsstjörnuna og svo Færeyjar og Finnland Geðveikt, mér langar svo mikið til Finnlands í daginn sko. Sko, Vili, Jodie Foster eru þið í daglegu sambandi í dag? Já, við erum alltaf að senda ákveðum svona memes og bara eitthvað hlæja. Nei, ég hef ekkert náða ég náði ekkert að hitta hana meira eftir þetta sko. Ég hélt það sko gleymdist að bjóða mér í rappartíð. Það? Ha? Já, ég var ekki ykkur gleymdi að setja e-mailið minn á listan. Ég var svo sár út að ég þú veist, var svo einbyttur að ég vera professional, þú veist, en ég var ekki að reyna að taka myndir með hann á setti og eitthvað svona, ég leiði henni bara verið í friði og kynntist henni og spjallaði við hann á setti og svona, vorum að grínast aðeins og tala saman og ég var bara svona, þetta er ekkert mál, ég tek bara mynd
með hann í rappartíinu því það bara hitti hann á miklu afslappari svona tímabili eitthvað svona svo bara ég að býða þetta rappartí svo einn daginn þá ég að horfa á TikTok það einhver gæla eitthvað komið með mér í rap party True Detective og ég eitthvað Þú leikst ekki þessu? býtu það þá bara þannig fretti ég að það hefði glemst að bjóða mér í þetta rap party þegar ég sjá eitthvað TikTok hjá einhverjum sem að fara í rap party True Detective Má ég samt kætaði með því að það eru til öðruvísi sögur fólk sem hefur farið í rap party og hefur sem séð myndina eða þáttinn og búið að klippa út Já, mitt. Það held ég töluvert verra Ég var mjög kvíðinn fyrir þessu ég mitt leið mér ekki að fagna þessari framkominni fyrir en þátturum var komin út Mér finnst það bara óraumurlegt því að horfa á þetta Þetta Villi og hún leik í taxidráður Það var nefnilega svo geggjað að hafa farið í hreimþjóla og hún bara hamraði þetta svo mikið í mig bara þessar línur, ég var bara að segja það aftur og bara drillaði alveg sko, bara þannig að þegar þetta komið að því að taka þetta upp þá var ég bara meira að segja, þú veist, ég var á tímapunkt að leika á mótinu, ég what the fuck, þetta Jodie Foster í hausnum á mér, skilur, en ég var bara línunar voru það drillaðar, ég bara hugsaði þetta og svo bara sagði ég næstu línu það var bara eitthvað svona, þetta var bara það mikið komið inn Þetta svo skrítið starfnefnilega þetta þykjast, sko og bara úkst góður í að þykjast þá fólk bara, frábær en þú bara varst kannski allt annað, en þú góður að þykjast En það var ég var alltaf mitt að skoða alltaf svona spjallfæri á Reddit þáttin sko. Og fólk gaf mér mjög ánægt með leikinn sko. Þannig að ég var mest ánægð með það sem voru eitthvað, ég veit ekki alveg, ég skil ekki alveg okkur það er fucking geggjaður leikari Alla er úrslega góð leikari það er bara, allir íslensku leikarandi stóðu sig ógeðslega vel það er svolítið hefð fyrir þessu núna það er að koma erlend produksjón, þetta verður tekið hér það þarf að ráða inn lokal fólk en það þarf að geta gert þennan hreim og eitthvað svona standið eitthvað vel og þú veist það er bara ekki þetta að henda því einhverju klausu þar inn að þegar við erum að styrkja þetta Nei, það tækla sig ekki sko, ég held að það væri mitt gróft eða veist svona Má ég spyrja einnig góma spurningu, svona gig betur borgu heldur maður að fara í Íslandi? Nei, ég held að þetta meira svona bara tækifæri ég held að flest gig séu bara, þú veist, flest sjómasgig og flest kvikmyndagig sé mjög sjaldan eitthvað vel borgað sérstaklega ekki svona lítið hlutverk sko. Já, nema sér eitthvað risanafn Já, nema sér risanafn eða bara í einhverju svona fyrsta stóra hlutverk eða eitthvað, það geti verið aðeins betur borgað en annars er bara takstinn frekar settur sko, fyrir alla hina sem eru stéttarfélög sem venjulegt fólk Leifur, þú mátt núna segja frá þér, þú ert náttúrulega kollegi Villa Já, það má eiginlega ekki segja það en já, ég tók þátt í einu verkefni sumar þannig að Ódysseifskvið Hvað? Já, einmitt Hafjör Geðveikt Hvað er verkefni fyrir? Ódysseifskvið Já, Nólan elskar að vera hér talandum sko IMAX-félina sko alveg filmmyndavél Heyrður í henni þegar það var í gang bara ding það var þetta bara 7 metrum frá pittaranum og Þetta er rosalegt Já, þetta var rosalegt Lætin í þeirri vel sko Þetta var fjör en þetta er ekki mig Birkir, við erum að Mér var gaman að heyra þetta Já, nei, hérna að sjá svona alvöru sett þetta er auðvitað þvílíkt production Þetta er sturlað sko, stærðin á þetta er alltaf fára og líka bara að fá að vera með eitthvað svona, það er bara geðveikt og þú hafi verið í Nólanmynd sko, það er bara snillt Já, það er eitthvað ég hugsa, segi bönnum nú eitthvað frá því Sástu í mynd Það er bara rosalega Hann elskar Ísland, hann er alltaf að finna ykkur afsökun til að koma hingað Já, kom eitthvað í Batman hann kom hingað í Interstellar komin aftur í Ódysseifskviðið hann er bara Þetta er auðvitað, sko ég meina, að það má segja ýmislegt hinn og þessa ríkistyrki en þetta er auðvitað bara þvílíkur fengur fyrir íslenska menningu og íslenska landkynningu og þetta skilur sér alltaf tilbaka og Stranger Things, bara við erum reglulega mynd á það hvað íslensk náttúra er falleg sko. Hún er til útflutnings þannig að þetta er bara frábært Hækkum endurgreiðsluna Við erum komin að rittarspurningum í bland við almenna spurningar þetta er búið að vera svo hrikalega gaman Þetta er lokaleiður í kvöld Gaman, já, okkur Og þið eru sáttir ennþá? Já, fljótur á þér hann En þið hafið samanburðin, ekki við sko. Já, þið vitið Þið er að kynna þá sem fallaðan hátt 6,2 Já, fínt að við höfum það sem svona stefi Ég kíkja heim og eftir Rafn Erlingsson, hann er með fyrstu spurninguna, ríður á vaðið King. Hann er kongur Getur Villi powerranka top 5 bestu kebabstæði í Kaupmannahöfn? Bíddu Þetta verð ég að skoða ég verð að taka walk
walk down memory lane hérna, sko, ég held að ég sitt á fyrsta sæti, þá sitt ég Kösem Kebab sem á Nörbógeð, það nálægt Skotbóðsgeð. Annars sæti, þá myndi ég sitja Durum Bar sem beint á móti Kösem Kebab, en líka bara algjör negla. Ég bara skoða Google Maps, sko, bara fara leiðina, sko, hérna. Ég ætla að fletta Kösk Kebab líka þarna í 3. sæti, myndi ég segja. Erum við að skrifa það niður, eða? Já, ég bara, fólk bara hlustar aftur eða þarf að hlusta. Þannig að við vorum með Kösem Kebab, Durum Bar á móti, Kösk Kebab í 3. og svo erum við með, Kebabistan í 4. Já. Kebabistan er náttúrulega geðveikt, sko. Ég set bara þetta, ég man ekki alveg hvað ég myndi að hafa í 5. en það væri ekkert langt frá Kebabistan, það væri kannski bara þetta er bara allt á Nörbógeð, sko, þið bara labbið Nörbógeð, þá er þetta bara frekar safe, sko, á kebabstæði. Já, ég heyrði eitthvað já, það voru einhverjum undirtektir. Ég þekki Kebabistan. Þú þekki Kebabistan. Það er bara stemmar, það er alltaf svo ógeðslega fyndin hönnun á Kebabistan, þetta er bara eitthvað svona gult og blátt og bara eitthvað svona geðvikt bjartir liti, sko. Og bara besta nafn í heimi líka, sko. Kebabistan er náttúrulega svo gott nafn, sko. Þið skoðið hérna, þú veist, holningin á þessum stað, sko, þetta er bara náttúrulega bara BOOM! Bara blátt og einhvern veginn. Bara skær blátt og svo skær guli litir og 5 stjörnur fyrir ofan nafni Kebabistan. Frá okkur sjálfur. Og svo frá okkur sjálfur. En Kösem sem ég myndi setja í fyrsta sæti, hann hefur alltaf unnið alvöru verðlaun, sko. Já. Og svo er hann svo næs í Danmörku, það er svona chili sósa við hliðina, sko, sem er ekki beint eins og aðeins þykkari en tómatsósa, slengja þetta hún á kebab. Það er svo næs, sko. Ég sé þið. Ég er að hitla þetta, ég er alveg með þér, sko. Alltaf í sósuna. Þetta er svo geggjast. Allt og gott. En svo er það lengjan. Meistaradeildin, hún er auðvitað á lengjunni og sæti í 16 úrslitunum í húi. Já. Við sjáum nú að það getur allt gerst. Já, heldur betur. Bótt og glöggt í síðustu viku. Heldur bara áfram. Það mun aldrei gleymast. Nei. Þetta er eitthvað bara, þetta var 30 stuðli á lengjunni. Í alvörinni? Já, þetta er bara steypt í þjóðasjálfuna. Unnið á líka bara í báðum leikjunum? Báðum leikjunum, sannfærandi. Já. Það nú einhverju ítalar hérna sem að voru búin að tippa á lengjunni líklega og... Já, mér síndist það svona öllu. Já, og þeir eru þá bara glaðir að geta stutt við íslenskt íþróttum. Já. En David Jones, Mango Ginger Lime Twist, mætti Vestlands. Já, ég er með þetta í bílinu núna, Choco Dates er endar, sko. Ertu með Choco Dates? Já, ég er svona aðeins að maður þetta. Já, þú ert að narta á þessu. Já, aðeins að narta á þessu. Einn og einn, já. Það er svo gott að fá krönsi. En síðan líka fyrir, sko, svona manni sem mig, mér finnst svo gott að geta búið upp á þetta í skál, sko, það sem að hver dala er í pappír. Já, það er klassi við því. Alveg á því að, þú veist, fyrir umhverfisvinna, þá er þetta allt umhverfisvinna umbúður, þú getur tekið bara hefðbundin David Jones, sturtaðum í pókan og þá ertu bara með döðlur eins og að koma bara af, ég veit ekki, ég var að segja trénu eða varvinum, ég veit það ekki. En þarna ertu með hver dala pökkuð og hún verður svo forkuna fagur í skál. Það er að setja út bara fyrir gesti. Einmitt. Þannig að þar myndi ég segja að Choco Dates beri herðar umfram aðra hausa. Já, ég sammála því. En svo erum við frumira. Allir að drífa sig í skoðun þanga. Er ekki bara að gera að drífa sig í skoðun þanga? Jú, allir með 3 í endastaf, tek-tak. Til Ara frá Rúnari Gauta. Sko, já, reyndar, ég verð að koma inn á að þið vorum að tala um banna að hlæja í upphæðu þáttar. Já. Sko, kebab grínið hans Björsbra helviti gott. er ekkert eðlilega fyndið. Hvor Tyrki með ekki fá hotn. Það voru bara að kebast Það voru bara að kebast það í fótbolta. Til Ara, hrós fyrir hrekkinn á frænda sinu með símanúmer hjá ömmu þeirra. Þeir vita sem vita. Já. Ég veit ekki hvað þessi maður er að tala um, sko. Já, þetta er bara uppstandinu mínu. Þetta er, amma mín heitin var með mjög flott símanúmer. Já. Og ég í einhverjum leiðindum einhvern tímann ákvað bara aðtöga hvort það væri bara hægt að fá þetta númer, heimasímanúmer. Og hún alltaf hafði látist einhverjum 7 árum fyrr, 8 árum fyrr. Og það var bara, já, ekkert mál og ég tengdi heimasíma og svo bara fattaði ég ætla að ringi sjálf á mig. Og þá kemur amma. Og þá fattaði ég bara, hún er þá vistuð í alla síma sem öllum ættingum mínum. Þannig að ég byrjaði bara að ringja fólk um þessu númeri og aðalega fekk ég nú bara þögn þegar fólk svaraði bara halló? Og svo uppistandsbyttið að nú svolítið ykt en ég ringdi í alvörunni Bigga frænda sem er lögmaður, hann er lögmaður hjá Lex lögmanni og læriði alltaf fyrir próf heimi af ömmu og nauðaþekti þau og amma var með ákveðin talanda, hún sagði alltaf sko þegar hún ringdi í mann, það var alltaf alveg stál og hún sagði alltaf Ari minn
giska alltaf rétt sko já, sæll og hún var að leika þetta árum saman og bara alltaf svo gaman hvað var svona þessi kunstpása nema hvað ég ringi hann og hann bara að undirbúa mál sem að flytta í héraðsdómi og hann bara svarar og bara amma halló og þá bara varði ég að fara allar leið og kom bara Birgir minn og svo bitið það, hann bara já sæll elskan og hann líður næstu yfir hann og ég bara drapi hann og eitthvað svona, þannig bitið sko og síðan endanum þá kemur hann er þetta Ari? Bara yes en síðan sem sagt gerist það sem að var bara dálítið gott á mig ég sem sagt ég fæ greiðslu áskorun frá íslenska því sem hét tal greiðslu áskorun frá þeim því að það eru vangóldi reikningu frá ömmu og ég hulsa hana bara og finnst þetta bara fyndið og ég segi, nota þetta kannski uppstandi nema, svo bara kemur stefnumáttur heim til mín og bara þú mæti hér að á mánudaginn eða borgar ekki 297.000 krónur og ég les stefnuna og ég sé bara fuck me, þetta er hræðilegt og ég bara kvitta móttökuna og byrsti mín aðeins við mannin sko sem fættaði bara, þetta fyndi ég það lögmann og ég ringi bygga frænd og hann segi bara ok, á ég að hjálpa þér með þessa klemmu og ég bara, já ok, ég skal gera það, ef þú segir öllum að Birgir Már Björnsson er besti lögmaður á Lex lögmannum er besti lögmaður á Íslandi, ég geri það í uppstandinu sem alltaf eftir það og hér. og hann er það, ef við komum alltaf lögmann þá er Birgir Már Björnsson á Lex lögmannum besti lögmaður í Ísland, nema hann listi þetta fyrir mig hann sagði bara, hringdu í lögmanni sem sendi bréf spurðu á hann frumritið á sannleikum ef ekki þá er málið ég hringi hann og hann svarar Ari minn og ég bara, er þetta Biggi? Já! Þá var hann búin að plotta þetta í 2 vikur og ég skildi þetta ekki en ég fekk greiðslu áskorun frá Digital Media Iceland og hann bara, ég skrifa hann í kaffipásinu heldur það sé löglegt að rukka einhvern mann fyrir símreikning frá látinu, ertu að hálfviti hefur aldrei lesið stjórnarskrána símanum ég var bara, en það kom maður hann vinnur fyrir mig þetta er stefnuvotturinn á Lex bara leta að fá ykkar bréf og ég bara, og hvað þýðir þetta? Bara, we're even motherfucker það er það sem þetta þýðir og hann gaf mér síðan í jólagjöf sem að ég undir þetta því hún eru bara vekka í með mér hann pakkaði saman það síðan bætti ég þessu náttúrulega í uppstandi og ég segi þessu sögu alltaf úti og þetta er að skilja allir þessu sögu alls þar, það finnst öllum þetta fyndið og það fatta allir hvað er að fara að gerast en þeir eru svo spenntir en náttúrulega hann var aðalega pirraður út af því að ég let hann vera svo auðmingjarlegan í sögun sko. og raunverulega síntalið var náttúrulega bara Birgir minn já, er þetta Ari? Hann segir ekki já, smá krydda og það er bara svona eru sögur það verður alltaf meira og meira hetja sjálfur og hinn verður meira og meira en þetta var góð hefnd hjá honum ég veit alveg að falla tíma, sorry sko, þú talar það á hann að þú getur fært bara íslensku djókiðin yfir á ensku en eins og talar á hann í byrjun þáttar þjóðurnar sem þú ert að uppistanda í þær kunna meta að þú ert búin að kynna þér þetta já, það er alveg standard bara þegar maður fyrir að skemmtir út í bæ þú fyrir að skemmtir á fyrirtæki þá veistu eitthvað fyrirtækið þú hefur að einhverju að draga sem þau vita að þú ert búin að kynna þér sérstaklega það er svona handshake bara ég er búin að vinna heima já, og ég er búin að leggja eitthvað á mig og ég veit hverju þið eru, ég hef áhuga allir uppistandar að gera þetta á einhverju leiti þetta heitir postcoding í hvaða postnum er ég? 170, Seltjarnarnes, ok, let's go, ananas bara þú veist, þetta er svo en þetta er bara þetta er kurteisi, ég líti á þetta sem kurteisi já, algjörlega og vinur minn, mjög góður vinur minn í Englandi hann komur upp á lagi með að spyrja fólk sko, má ég spyrja hvaðan ertu og þá færðu land og þá bara, hvernig segirðu takk á tungumálinu í því landi, þá bara færðu yfirleitt bara að vita það strax og þú bara þarft ekki annað en bara skrifa niður og svo endurtökur það og það er bara strax bara, já, þakka fyrir þetta komið mitt Portugalið fyrir mér daginn og ég var bara, nei, hann var brasilískur ég var bara, obrigado, og hann bara vel gert því svona líður Íslendingum líka þegar einhver kemur og segir bara, takk fyrir og þú er bara he speak good höfðingin er með næstu spurningu, hún er til Villa hvernig var að vinna með höfðingjanum í auglýsingunum fyrir Geðhjálp? Bara geðveikt já, það er góð spurning hjá honum í auglýsingunni, eða þú veist, bara einna bittunum
einn af bara, það var bara mjög gaman sko, það var Þetta er góð spurning. bara gefandi, góð ég veit ekki hvort það hefur séð það. Ég sé það. Já, þannig það var bara góð uppgjör. Já, Þannig, já, okkur það var fallegt, sko. Já. Það þegar maður var á Twitter sko, Já. Já. ég er ekkert lengur það sko, ég bara meika ekki. Nei. Stemmar hann. Nei. Það var bara æðislegt, það var bara hvernig var, bara geggjað. Já. Bara mjög gefandi held ég, og það bara smell passaði við geðhjálpar myndböndin einhvern veginn, ég finnst það bara mjög næs einhvern veginn, og maður lærir sjálf bara mjög mikið af þessu sko. Klart. Því sjálfur hefur verið mjög mikið derring á þegar ég var á Twitter sko, ég er líka hægt að nota þetta app sjálfur út að ég var bara fann alveg hvernig ég gæti stundum verið bara eitthvað svona fór ég eitthvað svona ham og svo var ég bara alltaf daginn eftir eitthvað, af hverju var ég að Já, varstu alveg að rífa það á Twitter eða? Ég var, já. Þetta er hanna til að láta mann gera það. Þetta Og er ég- hanna og ég- til og Ég ég finnst sá það að alveg- fylgjast með, ég myndi aldrei Ég finna sá henni svo oft sjálfur. eftir því sko. Og Algoritminn ég var er alltaf svona, hannaður hverju var ég að til rífa stuða svona í þig. svona. Láta þig svona. Þannig að ég hætti bara á Twitter og ég er svona, það er búið að minnka mjög mikið tilfellin þar sem ég er eitthvað að rífast við fólk eða Já. ég myndi eitthvað svona að rífa mig í gang eða eitthvað svona þannig. Er ekki bara Elon Musk búinn að bjarga þessu? Jú, það er eina skipti sem ég þetta. það er eina skipti sem ég tala fallega um Elon Musk, það er þá. Það má nú eiga það, kallinn. Hann skemmti þetta svo mikið að ég forðaði þetta. Já, hætti þar bara. Við getum ekkert gert grín á honum. Við erum svo sýktir af Vogue-vírusnum. Já, rétt. Gísli Jörgen spyr til þínari af öllum sem þú hermir eftir, hver verður mest til að vera? Bubbi Mortens. Já. Ekki spurning. Allan daginn. Hispurslaust. Ekki spurning, sko. Bara sterkur, hugrakkur, duglegur, besti gítarleikari í heimi og bara, já, ef einhver má kalla sig King á Íslandi, Já, þá er það hann. Já. sammála því. Þessi til ykkar begja, eigið einhverjar uppáhalds, fyrirgeðu, eigið einhverjar nýjar eftirhermur handa okkur? Já, örugglega. Hvað er þú með? Ég, sko, ég þarf að vera, já, ég hermið rosalega mikið bara eftir fólki sem ég er að fylgjast mikið með. Nú er ég að klippa þættina. Ingi frændi minn, hann er tannlæknir. Ég hef nú hert eftir honum áður í uppistandi. Ok. Hann hringdi alltaf heim til mín þegar ég var krakki. Hella, þetta er Ingi. Hann tala svona, nákvæmlega svona. Perlas mér að kasta hennar fyrir svínin. Og ég sagði alltaf bara eitthvað, já, hella, þetta er pappin heima. Nei, Ingi, hann er ekki heima. Og svo er brandirinn að ég fór að hringja heim til hans, þykast vera hann. Hella, þetta er Ingi. Já, hæ, hvernig kemur? Maturinn er tilbúin. Ég er farin að heima, ég er farin að leiða íbúti í bæ. Og svona. Og hann er í Stelli Ólofi þættinum í Stjörnubíó. Svo leikmyndina, sko. Okay. Og hann er með svo fyndinn talanda og hann fer svo hratt yfir sögu. Þetta er bróðir pappa, Ingólfur Eldjárn, og hann talaði um þarna lónið sem allir þurft að kasta sér í sem að Laddi syndir í og Eggert Þorleifsson, það er svo kalt og Laddi enda á að vera í blauðbúning og það er svo flokk hvernig hann byrjar setninguna, já, það voru tvei leikara sem heitir mestum tími sem lónið, það var Eggert Þorleifsson og hins að Laddi bara það hvernig hann tekur þetta Laddi. Og svo er Stefán Pálsson sagnfræðingur í þáttunum líka og ég er náttúrulega bara að horfa á klippið og það er bara svo geggjað bara hvernig hann sko, hann kjaftar sér stundum svolítið í gang sko, hann bara kemur. Eru þið frændur? Hvað segir það? Nei, ég er bara spenntur. Já, spenntur, já. Ég bara, við erum frændur, ég hafði engar ágjörð. Ég myndi segja þetta. Já, frændur, ég er frændur. Þetta er svo klassískt íslensk bara. Er einhver frænda að segja? Er þú einhver skildur honum? Ok. Hann segir alltaf, hann byrjar alltaf að segja á þessum tíma þá var mjög algengt á Íslandi og svo verður hann bara að hugsa, sko. Á þessum tíma þetta er bara, ég er búin að hlusta þetta bara svo oft Auðmíkja Stebbi mætti og gerði þetta fyrir okkur frítt einu sinni fyrir 2 ára, búin að stengla þessum viðtölum gaf vel af sér, svo er ég bara eitthvað að horfa á hann aftur eitthvað herm eftir hann en maður byrjar oft bara að herma eftir einhverju sem maður bara svona Það hefur gaman að, sko. já, og eitthvað sem er kringum hann í þáttun tíma það bara svona, Nýjasta sem ég æfði var bara, ég var svo mikið að horfa á Bernie Sanders alltaf. ó, hann er svo æðislur Þegar hann sækir forsetan og það var Listen, the top 1%, they gotta pay the dues, okay? You can't go around New York and try to get people not to pay their dues. We use the bus, we use the metro system. þú er með allt, þú er með nefið Já, og þú er listen. þetta Brooklyn, já, og No, you see, I don't like this. það er svo góðu gauð sem heitir James Adomian, hann kom til Íslands og var í Improv Ísland tímann, hann og annar gæði sem heitir Anthony Atamanik sem kom líka á með Improv Íslandinu sinni þeir voru með doppulagt lengi verið Trump vs. Sanders og þá var hann bara, þú veist, hann var málaður appisingulur og tók allan Trumpinn
En sko, Adomian var svo góður hann var alltaf með mitt þetta hann the top 2% of the 1% on 99% more than the top 5 of the það var alltaf svo ógeðslega flóknar tölur. You're a little weasel, I don't wanna... It's not real people. You don't know what you're talking about. Þetta Brooklyn hreimur sem hann með? Já, þetta er eitthvað Þetta er eitthvað Já, Brooklyn, what? Já, ég til í Trump núna. til í Trump Já. No, listen, you... Nei, hann er samt orðin hægari núna, sko. Hann er farin að meira eitthvað svona. Because you're a little pig. They're very rude. It's very rude what you're doing. Hann er oft svo þreyttur líka. Líka sko holningin hans þessa dagana er Já, hann er með mjög fyrir hann er kortir að taka Jackson dæmið þarna svona bara ég skil ekki hvernig hann næri að standa Það er nagli í skónum Það er nagli í skónum alveg sem Jackson gerði á tónleikum Hann er risa stóli Hann er 1.95 Hann er hávaxnasti, hann er næst hávaxnasti fórseti Bandaríkjanna, hann er 1.92 Það er eitthvað svo fyndið þegar það tekur í spaðan af fólki og rykkir því alltaf svona hann niðurlægir alltaf Reynda talandi Portugal, þið verða að sjá Portugalsforst hann gera þetta við hann gera þetta á móti, hann gera þetta fyrst við hann sko, Trump náðu ekki að gera þetta við hann einhvern veginn, portugalski forst gat loksins gert eitthvað almennilegt og var bara ríkt í honum loksins gera hann eitthvað rétt maður ég veit hann En djúðlega er Bernie vel Hann er svo dásalega Hún er svo ákaft líka sko, að koma hlutunum fram sko. Listen, the people, they have to fight. Dýrka mannin sko. Mjög gott. Nokkra snöggari lokin liði enska boltanum. Brentford Skemmtilegt. Scunthorpe United Er það fíblast núna? Nei, ég hefði mætt í Brentford treyju sko. Ég var með þetta pæli hvort ég hefði átt að gera það ekki sko. Við erum svona 5 sem erum regulér í chatinu sko, en við erum alveg nokkri sem erum sjúkir Brentford menn sko. Þetta er eina vitið Chief Keith, eins og við köllum hann Keith Andrews þannig að við erum bara mjög ánægðir okkur var spáð fallbaráttu í ár og svo bara var það alls ekki þannig þetta er bara búið að vera algjör snilt bara með Igor Thiago þarna fremst og bara allir í góðum gíri ég er 100% Brentford maður sko, fór á leiki fyrr og allt ég er að stilla inn á leiki maður, ég er að fylgjast með þessu öllu sko. Svo er maður oft bara eitthvað Sjati, hann er ekki hress í dag, típist eitthvað svona Setur hún á chati Já, Sjati, típist Sjati að vera eitthvað hress Við viljum fara alla leikina með Brentford alltaf senda á Vaf.S viku setna Þeir eru með mjög dedicated en gamalt fanbase Eru annað geggjað mitt við Sín Plus bara geta hort á Brentford, alla Brentford leikina ég er bara alltaf með þetta bara hérna Scunthorpe er bara mitt lið út af því að ég gerði karakter sem heit Gary Duncan fyrir Nova Herr fyrir árið 2010 sem var alltaf að kenna þið fótbolta I'm former Scunthorpe midfielder Gary Duncan kenna þeim að gera skærin ég fann eitthvað YouTube myndband af einhverjum youth coach hjá Middlesbrough sem var bara einhver gamall glæpamaður og hann var bara að öskra börnin eitthvað no son, no, step over the ball step into the ball, dip the shoulder and you're off og ég var bara þetta er ég að fara að segja Þetta er svo geggjustemning og þessi breski hreimur sko. Já, og ég vissi þessa típu sko. Ég vissi að Scunthorpe var til Ég vissi ekki að Scunthorpe United var til Ég hélt ég var að skálda leiðið upp Já, ok bara því að Scunthorpe er svo Scumthorpe og bara skítaþorp og eitthvað svona sem bara kemur í ljós að það leiði til Bjarn Óli Lárusson sem var í KR spilaði fyrir þá og þeir sáu sketsana og það var bara svona chatboard þar Scunthorpe fjallið og þar var fólk bara eitthvað Who's this muppet, eh? What? He knows nothing about Scunthorpe He doesn't even mention Scunny Bunny Það er hérna lukkutröllu Scunny Bunny og ég var bara Scunthorpe for life Deyja fyrir klúbbin eða allan að togna fyrir klúbbin En lið á Íslandi? KR Já KR hér líka og svo líka Grótta dóttir mín spila fyrir Grótti í Bíónesinu en KR er orginal sko, ég þarf að koma með meir inn í þetta sko. Ég hef búin að kaupa með treyjur en ég verð að fara að mæta á leiki almennilega sko. Ég fylgist með svona úr fjarska sko, mér langar að byrja að stunda þetta almennilega KR sko er bara, ég er Vesturbæingur en ég byrjaði mjög seint að fylgjast með bara til Indri Sigursson vinur minn, hann var í KR og bara ég bara kynntist þessu gegnum hann en ég er 24 ára þegar ég fyrir á fótboltaleiki fyrst skipti sko. Svo bara fór ég að vera mjög áhugasamur í fótbolta en aðalega samt bara íslenskan og landsliðið og HM og EM en ég fylgist ekki mikið með ensku Premier League og eitthvað svona Ég myndi byrja að fylgjast með ensku bara það vinur minn leiði mér ekki að vera fyrir en ég byrja að joina þeim með Premier League draft og eitthvað svona þá var ég náttúrulega svo þrjóskur ég var ok, ég ætla að lesa öll liðin og Brentford var að koma upp það ár bara
gott. Og ég var bara að fíla þú veist, Moneyball aðferðina og þeir eru með ógeðslega margir klárir sem eru að reka klúbbin. Ég bara fílaði það, ég bara treysta á þeim. Og svo er þetta bara stór klúbbur. Svo er bara búið að virka síðan þá, sko. Ísland, þetta klúbbur með sögu, sko. Gæslega gaman, svo hitti ég var að þræða alla Brentford-barinn áður en fórum á leikinn og hitti danska fanklúbbin. Það var ógeðslega fyndið, vorum 3 úr íslenska fanklúbbin, hittum svona 7 úr danska, bara eitthvað næsa, yeah! Svo bara sátum við gett nálat hvor öðrum á vettinum. Það var ógeðslega fyndið. Nordiska lillebror elsker også Brentford. Ég hefði komið bara Ísland Brentford fánan en ég hafði ekki nægu tími til þess að prenta. Ég var bara ekki búin að hugsa eins langt. Þú stendur með lítilmagnanum. Og þá er það kannski smá mótsögn að við séum að styðja stórveldi KR. Ég vil samt benda á að KR er sennilega ekki eitthvað ríkasta liðið í dag eða með svona mestu aðstöðuna eins svoleiðis. Þetta er náttúrulega elsta liðið. En þarna Valur til dæmis sem að vill alltaf vera með svona við erum nú, þetta er nú ungmennafélagið og látum ekki krappið bera fegur en á ofurliðið, þetta er nú grasrótar samtök, eitthvað annað en spilta íhaldi í Vesturbænum, maður er bara, það? Já. Bara fasteignafélagið Valur, anyone? Látum ekki fastegnamatið bera fegurinn og ofurliðið, sko. Látum ekki fegurinn að bera fastegnamatið. Nei, þú veist, þetta breytist svo, FH var ósýrandi í langa tíma og núna Víkingur, bara, þú veist, það var bara brandari Víkingur hefði ekki verið meistari sem 91 eða eitthvað og nú þá er risa, því að leiðu fara Evrópuleikin að fara svo mikið peninga inn og þá getur þú fjárfyrst í leikmönnum sem eru sterkir. KR þarf alveg að hafa svolítið vel fyrir hlutunum þessa dagana. Ég er alveg svolítið hrifin aðeins, þeir eru besti, sko. Það var skemmtilegt. Sko, ég heyra það, þá mætið þú. Ég hef ekki mætt lengi. Ég fer svo mikið á leiki hjá dóttur minni Grótta, hún komst í úrslit í pæjumótinu, fyrst sem Grótta fyrir í úrslit, því miður töpuð þær bara í framleikingu, sko. En bara svakalegt að upplifa þetta, því ekki var ég fótbolta sem barn og ég var bara, hún hefur karakter í þetta. Bara ógeðslega gaman. Ég er mjög gaman af íslensku fótbolta. Mér finnst hann vera bara mjög skemmtilegur. Sko ég er bara komast að því að við getum fengið þess að 2 konga í hvað sem er. Þú tala bara um hvað sem er. Það skiptir engum hvað sem er. Þetta er skák. Þetta er skák. Tilbúinir. Við erum ekkert bara að tala um skák. Ég veit ekkert um skák. Reyndar, þá tókst þú okkur í ármannskópinu þegar þú varst að tala um skákmyndu sem blösshjalt. Það var við sem það var okkar vegum. Ármannskópið. Alveg rétt, ég talaði óbeint ykkur þá. Ég má eiga það að ég skrifaði 1 skett sem ég er mjög stoltur af í Ármannskaupinu 2006. Það er endurkoma Bobby Fischer. Þetta eru 3 sketsar, þetta var mjög súrt, en mér finnst það mjög fyndið. Þetta er þess að Bobby Fischer leikinn af Theodor Júliussinni sem leit nákvæmlega eins út á hann í bláu svona í svona leðuvesti, bláu skyrtu og hann bara svona situr og er bara rosalega mikið í einheimi og svo er einhver gaur sem leikur Helga Ás Gretarsson minnir að vera hann að Gísli Hinriksson leikari allavega, hann er að keppa á hann, en djókurinn er sem sagt Bobby er sem sagt búin að fallast á að tefla því það hefur verið orðið við öllum hans kröfum, þannig að allar hans kröfur eru framfyllt og þeir eru svo klikkaðar. Það er bara eitthvað svona nú sjáum við að Bobby hann sem sagt ætlar að taka peðið og svo étur hann bara og þetta er löglegt samkvæmt kröfum Bobby þá þetta er náttúrulega brilljant leikmaður, hann finnur skáp hérna jafnáður hann tefna hann nú fær Bobby hér 2 dauð hreinsuð handklæði eftir hvert leik sem er svo kveikt í, þetta er samkvæmt kröfum meistarans og nú hér sjáum við að Bobby hefur fengið Sæma Rock til að dansa Mambo hér við hlið, sér til Innsöka. Þetta er að sjálfsögðu frábær landkynning fyrir okkur og svo endan þá kviknar í eða eitthvað og þá kemur slökkutæki og allir tafnmennir einhvern veginn, hann er búin að breyta þeim. Bobby er búin að svindla. Bobby hefur sigrað, hann gengur í burtu og svo lappar hann í burtu og þá byrjar að koma svona hrynja loftið. Nú samkvæmt óskum Bobby verður húsið rifið eftir viðuregna. Þetta er skemmt sem ég held ekki margir að muna eftir, en ég man að ég satt og skrifa með Einari Árnasinni vini mínum, meðal annars, sem er tökumaður á Sín og við hlóum svo mikið og Bergur að búið að mig að skrifa líka. Þetta er eini skákbrandari sem ég nokkuð hef gert. En ég bara var alltaf að rekast á Bobby nýri bæ á þessum tíma. Það? Já. Það var margir sem heit hann aldrei, sem voru að leita á hann út í bæ. Guðjón Heiðar, sem er vinur minn og er með álhattinn. Hann er með álhatt, já. Og er með álhatt og er með podcasti álhattinn. Hann var rosa góð vinur hans á tímabili. Já. Ok. Þeir náðum ég vel saman, náttúrulega báði með alls konar samsæriskenningar líka og svona, sko. En síðan eitthvað fannst sko Bobby Guðjón vera kannski komin með aðeins svo miklar paranóju, sko. Okay. Því að einhver hitti Bobby og segi, hey, you met Guðjón lately? No, that guy's a loony. Það var svona Guðjón vera, sko. Bobby var bara gauð, þú ert með samsæriskenningar, sko. Herru, ég held þú þurfa aðeins að slappa það. Þeir voru svo góði vinir, því sko afi Guðjóns var sem sagt tvíburabróðir Sæma Rock. Og Sæma Rock náttúrulega flutti Bobby til Íslands og gerði allt til að hjálpa honum og þetta er mjög merkilega að bókin
heimsmeistarinn eftir Einar Kárásson, hafið lesið hana? Nei. Hún stórskemmtileg, hún bara skáldsaga byggð á Ég lesi aðra bók, já og hún Bobby Fischer, hann bara kallað meistarinn eða heimsmeistarinn. Einmitt, já Hún stórmerkilegt dót sem að gerist þegar hann var á Íslandi og ég mér rétt mistaði hann í partíinu sinni hjá Guðjóni hér Já, Guðjóni. og bara Guðjón hefði að segja, viltu koma í partí? Það er fólk sem það ekki, það verður kannski leiningjasturinn, ég get ekki sagt hvað það er og ég því miður bara fór ekki sko. En þeir sem fóru djöfnuðu með Bobby Fischer Hörku skákmaður líka, Guðan Já, heldur betur og hann var Norðurlandameistar held ég í sínum Prodigy aldurs, Sko ég ætla að þakka öllum ritturum og hlustendum fyrir að senda inn allar þessar spurningar sorry þeir sem fengu ekki sínar í gegn fyrir ekki hvað við töluðum mikið og ég sérstaklega Nei, bara við elskum þetta afsaka til þess erið hérna Loka spurningin er alltaf svo sama og ég ætla að fara í öfugastafs og ég ætla að byrja á að vilja þetta Hvaða ráð myndu þið gefa ungu fólki sem er að hlusta á þetta sem er að stíga sín fyrstu skref í bransanum? Ég held bara ef það væri svona í leiklistar-bransanum bara að vera óþreyju fullu sko, bara alltaf bara halda áfram, þetta getur stundum dálítið rifið mann niður og maður getur dálítið mist trúna ég myndi bara segja haldi í trúna, það er svona í bili sem svona fyrsta ráð það er bara það Já, einmitt, ég myndi bara segja það sama og vera líka ekki með of mótaða hugmyndum hvað þú ætlar að gera eða hvað þú ætlar að verða það er að segja, haldi í trúna og vera ekki búin að ákvæða samt, ég ætla að vera þessi tegundaleikara sem gerir þetta við þessara stöður vera bara svona, ég er núna að prófa leiklist þá ætla ég bara að vera svolítið opinn fyrir hinn og þessu því að maður getur greitt heilmikið á því að vera bananinn í ávaxtakörfunni og síðan seinna ferði í Hamlet eða eitthvað, þú veist allt er reynsla og ef maður vill vera kreatífur það myndi segja að það er alltaf gott að hlusta á eða lesa, ég hlusta svo mikið bækur On Writing eftir Stephen King því að hún er að sumuleiti bara svona æfisaga þess að mann er bara að segja frá hvernig hann byrjaði að skrifa og hvað hann er að pæla þegar hann er að gera það þetta er allt sama tóbakið öll sköpun er allt sama tóbakið myndlist, tónlist, leiklist, ritlist þetta er allt, það er allir að eldast við sama bílinn eins og hundur bara, þetta er góð hugmynd og ég get sett hann á svona saman og ég get komað þessu hann framfæra og þá kemur fólk og fílar þetta og maður á bara að vera óþreyjufullur forvitin og bara það er engin forvitin er líka mjög góð að þess að læra það er engin ein leið rétt sko. Fólk, heppnin spila stundum líka smá ég er dómari í Taskmaster en það er grín hlutverk því ég hef alltaf átt erfitt með raunveruleika sjónvarpsþætti það sem að þú veist alvöru fólk, ég veit að þetta er allt bara leikið svona þannig en að vera eitthvað svona já, þú veist, mér finnst þetta ekki vera málið og eitthvað svona, þú veist ég hef aldrei þólað gagnrýni og það er oft sagt takið gagnrýni og notið uppbyggilega fyrir mig, ef þú veist eins og ég ekki hlusta á neina gagnrýni eða allavega verður mjög reiður þegar þú ferð hana og farið síðan og pældi síðan bara í löngu seinna kannski var eitthvað rétt í þessu en þá er ég búin að jafna mig að sjálfum mér einfaldar á því það er allt hægt mjög gott allir, lokaskilabóðin eru allir næður sér áskölda sín plus fyrir Taskmaster sem er 13. mars að lónsa Arild Járn Vili Netto og takk fyrir kvöldi og takk fyrir komin og afsaka hvað við heldum ykkur lengi Takk fyrir okkur Takk